the outsiders ravage our lands. What's to become of our world? I've been having dreams. This is an extermination. Dreams make good stories, and everything important happens when we're awake. This is only the beginning. Dune, komin í bíó. Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði með piparduftið, klálega uppáldið mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar á meðal Sweet Chili sem svarta bókin. Það ekkert snakk sem toppar hann, að mínum mati. Þátturinn líka í boði Subway, bestu báturinn í bænum. Subway sér líka salat og vefjur. Uppáhaldsbáturinn minn á Subway, það kaldur BMT og ég kaupi mér allavega alltaf 3 smákökur, þær eru það góðar. Og þátturinn líka í boði Sambíóana. Sambíóan reka 5 kvikmyndahús á Íslandi, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöll, það er uppáhaldsbíó mitt, ég fer oftast þangað, salur 1, það er ekkert sem toppar hann. Ég vil þakka þessu fyrirtækinu kærlega fyrir stuðningin, ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Endilega fylgið Bíóblari á Instagram, TikTok og Facebook og ef þið viljið styrkja Bíóblaður, verslið við þessi fyrirtæki sem styðja þáttinn. Þú komst með bók hérna fyrir part 2, sci-fi. James Cameron's Story of Science Fiction. Við heldum ekki kjaftin það hvað hann bara maðurinn. Þó við höfum sjálfur, það er ekki allt sem hann gerir eða snertir sem gull, sko. Og hvað það allt sem hann styður. Þetta er alltaf maður sem sagði Bell alveg nokkuð oft. Þetta er alveg Terminator framhald. Terminator Genesis, ég gútira þessa mynd. Skimmer Terminator Dark Fate. Nei, vistu, ég gútira þessa mynd. Wow. En sem leikstjóri, hann alltaf leikstýri ekki þessum myndum hana. Nei, veit. Maður hlýtur að vera spenntur að sjá hvað hann gerir með Avatar. Auðvitað. Þú veist, ég segi, bara aldrei betta, eins og ég sagt áður, aldrei betta gegn Cameron. Og hann hefur hingað til aldrei klúðrað mynd, skilur. Hann hefur aldrei klúðrað framhaldsmynd ennþá. Og þetta er maður sem bara er bókstaflega búin að gera fel úr því að uppa sitt game með framhaldsmyndum, skilur. Ég meina, að fara, skilur, úr mynd sem einhver annar átti sem var Alien og gera bara, hér er mín epic, skilur, í samanbyrði. Allt öðruvísi en þetta er mitt thing. Og að gera svo T2 og í rauninni sína ég hefði viljað gera fyrstu myndina svolítið svona, skilur. Þannig að það er alveg pínu kýtlandið svona þegar kemur Avatar 2. Bara svona, ok, núna ertu með resursana, þú veist, með traustið, skilur, fólk, þú búin að kynna heiminn. Hvað ertu núna að spá í? Skilur, ég er alveg opinn fyrir því. Ég vil bara hætta að einhvern veginn trúa því að þessi mynd sé bara ímyndun og troll hjá 20th Century Studios, núna Disney, það sem við erum bara eitthvað, Avatar 2 er komið með release date. Nei. Því mér veist rosa skrítið þegar fólk segir bara eitthvað, mér veist Avatar eitthvað glötuð og ég ekkert spennt fyrir Avatar 2, 3, 4 og 5. Allan ekki gera 2, 3, 4, 5. Jú. Eða 2, 3, 4. Maður það ekki. Það er að verða 5 heldur. Ég heldur að verða 5. 4 framhaldsmyndir í einu. En bara það. Þetta er svo metnaðarfullt. Mjög. Að ég get ekki verið annað en bara mjög forvitin. Eina sem, kannski ekki eina, en eitt sem pínu slekkur á honum með þetta að alltaf gamla kastið alltaf að koma aftur. Sko, Stephen Lang er frábær skúrkur. Sama hvað maður segir Avatar. Hann ónar Avatar, skilur. Og ég hugsa þá, ok, ég vil framhald. Skilur. Ég vil við erum að fá Quatridge aftur. Skilur, já, þú meina því fyrst það skrítið. Já, mér finnst svona... Það hann alltaf dó í fyrstu myndinni. Já. Sjá hann ekki degi. Og það var Sigourney Weaver líka, en hún er aftur komin. Já, þeir færðu það ekki hana yfir í... Já, sakvæmt sögun í fyrstu myndinni, það var tilhörun sem ekki alveg gekk. Skilur, svo kláruði Jake Sully. Já, hann var fyrsti sem náðu ekki. Þannig að ég er meira að spá í mun Avatar 2 notaði mig svolítið svona handwavy framhaldsþing sem bara eitthvað, little did you know, að mennskilur, þetta er Cameron, ég meina, ef þú hugsar framhald af Avatar og tengslinn sem Cameron hefur, ég hugsa, fuck it, hringdu í Schwarzenegger, leiðu honum að vera með, fá hann sem skúrk í Avatar mynd. Ég verið til, já. Já. Það hefði verið cool. Af hverju ekki? Ég meina, ef við fáum ekki, þú veist, ég vildi alltaf sjá mynd sem heitir True Lies 2, False Truths, bara til að sjá Cameron og Schwarzenegger bara svona aðeins að, þú veist, nú að sama bökum. True Lies 2, False Truths. Þetta er fólk sem að læsa dúsku, skilur þú?
Þetta er svona father of the bride nálgun. Já. Það þarf að fela það að fóreldrarnir eru svona einhverjir ég er hugsað allt og langt. Já, allt og langt. Já, en mér finnst rosa skrítið þegar fólk hefur verið að tala Avatar og svo mér það líka að ég held einhver að starta einhverju þræði í einhverju grúpu á Facebook. Bara eitthvað, djöfull, bara hvarf þessi mynd eitthvað, hún ekkert bara pop culture eitthvað dæmi. Já. Ég man eitthvað þú eða eitthvað annars sem kommenta og sagði, en það er svona ótrúlegt hvað allir alltaf tala hvað enginn sé að tala Avatar. Já, þráðurinn snýrist það að einhver var að deila einhverju skjáskot, einhverju Twitter-status sem gekk út á það að bara, hey, vá, það talar enginn Avatar. Ég meina, þetta er þessi risa mynd og einhvern veginn svona, well, þú ert að tala það hvað enginn er að tala hana. Augljóslega hefur myndin haft eitthvað og mér finnst það eiginlega að vera algengasti umræðuþráðurinn sem er bara eitthvað, er einhver spennt fyrir Avatar 2? Bara eitthvað svona, well, við erum öll að halda brandinu á lofti með því að augljóslega vera svolítið peppuð eða reyna að sannfæra annan af hverju við erum ekki vera peppuð. Við munum öll fara á Avatar 2, believe me, sko. Já, en þess að sem svo fyndi þegar fólk, Avatar þarf ekki að vera uppbóðsmyndin. En ég er samt ekki alveg pínu gaman að geta að fara inn í eitthvað nýjan heim, eins og þegar Avatar kom út og nýr heimur. Já, algjörlega. Og svo er að fá þessar 20 framhaldsmyndir, sjá hvernig það endar og hvort það bara Cameron lifir það af. Já, ég ándjóks spáði í þessu. Hann getur dáið, kallinn. Og hann er kannski ekki alveg það gaman, en þú fatt hvað við, þetta er svo svakalt verkefni. Ég vil frekar, og hvað getur varað þannig, ég er spenntar fyrir Avatar 2 heldur annarri Marvel-mynd. Sama hér. Ég meina, ef einhver er að fara að segja, hey, hér er eitthvað sem að, James Cameron, já, sama hvað þú segir hann, skilur, og ég og þú erum ekki í stærstallins Abyss-kampinu, en þessi maður er í atvinnu við það að delivera bíó, sem er meira en þú getur sagt hverja Marvel-mynd, skilur. Þeir eru oft bara tjörnand út myndir sem að líta sorry út eins og bara rándýra sjónvarpsmyndir á meðan, skilur, þættinir er farin að líta út eins og, þú veist, svo slightly dýrir þættir. Svona, já. Ég skil þig. Svona akkurat andstæði pótlinn, þannig að bara það að Cameron hafi eitthvað take og vision, skilur, ég meina, ef hann er að leggja út 4 framhaldsmyndir, það er eitthvað sem hann vill alveg gefa séns. Já, líka þegar ég las viðtal við hann er að name-dropa Godfather. Já. Hann er að tala við hann vill gera svona kynslóða sögu, þú veist, einhverja episka sögu. Wow. Og hann, eins og segja, hann name-dropar Godfather. Þá verð ég spenntur. Það er alveg áhugavert. Þegar hann er að hugsa hann er að gera Avatar og hann er að hugsa Godfather. Þessun er að fá allt gamla kastið aftur. Þetta er bara flashback. Sjáum til. Ég nenni þetta ekki að fá svoleiðis. Nei. En, þú veist, við munum öll sjá hana. Það ekki. Ég ekki allir að fara á hana. Jú, þú veist, það vilja allir vera með. Meira þess að þeir sem er bara, ég ætla ekki að Avatar 2. Svo bara, heyrðu, Avatar 2 bara að koma, ekki að fara. Þú veist, ég er svolítið svona vektur með þegar hann er tilbúinn. Ef það er komið trailer, þá er bara svona, ok, þetta er meir en bara, sko, seri af tilkynningum. Skilur. En þú svo trúir ekki að væri gerð. Þetta er meira bara svona dæmi, skilur, ég held að upprunalega dagsendingin, þegar, þú veist, fyrst var rætt að gera Avatar 2, ég man sko hversu svona far át það var þegar var, skilur, allt frá milli 2015 til 17, að við þá fá fyrstu framhaldsmyndina. En númer 2, kemur ekki næsta ári? 2022? Á öllu óbreyttu, já. En þú veist, mér minnir það. Fólk skal ekki byrja að skipulega bíóferðin sína fyrir það er komið trailer. Og þá er þetta ekki teaser, heldur trailer. Og það er bara svona, þessi mynd er búin að planta flagginu og hún er á leiðinni. Hún er á leiðinni, sko. Já. Svo er líka eitt. Avatar. Myndur ekki segja svona stærsta gagnrýni sem hún fékk var rauninni, ég er búin að sjá þess að sögu oft áður. Já. Þetta er ekkert frumlegt og eitthvað svona. Já. Ok, það er alveg valid punktur. En það er ekki að vera gerst í 2. Væntanlega ekki. Skilur, hann getur ekki endur ekki leikinn. Hann getur ekki afturgert sögunni af dreitt. Og eins og talaðum, hann er geggjær framhaldsmyndir. Af hverju þetta hlýtur að verða eitthvað spennandi? Enginn er í samkeppni við James Cameron eins og James Cameron. Nei. Hann af öllum er að fara að koma, þú veist, ég þarf að gera eitthvað grand, skilur, sinnum 4 til að fólk actually give a fuck. Og, veist, þetta er maður sem sagði á Óskarnum í beinni, I'm the king of the world. Þú veist, hann vill skilja eftir þessi legacy og þú veist, ég er ekki, sem kvikmyndaáhugamaður, ég er sjálfsög að fara að segja, ég hlusta. Já. Ég er til að gefa þessu séns. Þannig að, absolutt, og jú, það var mikið með nota þetta. Og svo fyndi hvernig með svona netið og
kvikmynda áhugamenn á netinu og alls konar svona velju að hafna hvenar eitthvað ekstra pirrandi út af því að þið getur nefnt eitthvað gamalt sem það minnið á það bara eitthvað, þú veist, Pocahontas og Dances with Wolves skilur, en ég man nú ekki reyndar eftir því þegar Last Samurai kemur út og fólk var bara, þetta bara Dances with Wolves, skilur. Það því hún var ekki svona vinsæl. Eða skilur þegar Iron Man 1 kemur út, mér fannst ekki nóg margir segja, þetta bara Bambi Begins, bara fluff. Bara samin. Þetta sami struktúr. Nei, en það ekki bara líka, af því að það voru svo margir sem fór Avatar. Hún var, alveg sem hvað fólk segir, þá var hún vinsælsmynd. Viðbjóðslega vinsæl. En þá töff. Akkurat. Að segja, þetta cool. Nákvæmlega. Þetta bara gamla sagan hérna, bla bla bla. Það fyrsta sem ég sagði við vinn minn eftir að ég sá Mad Max Fury Road í fyrsta skipti með mér bjóð er svona, vá, hvað, þú veist bara það eftir, þú finnur fyrir því, ég hlakka ekki til þegar strax fyrir að koma, það er töff að hata Fury Road fólki, skilur svona. Já, og það kom. Já, skilur bara svona, það er ekki saga, skilur svona, það er alltaf þetta, það verður að vera cool að hata það sem að, bara svona arbitrarily. Það sem er heitt. Já, og ég meina Titanic lendi grind í þessu, Titanic er fucking góð mynd, hún er alveg right, og þú veist, hún er fluff, og hún er tearjerker, hún er Disney mynd, Disney slóslýsa mynd, skilur, innan gæsalappa, en hún virkar. God damn, hún virkar, sko, þú veist, þannig að, say what you will, en ég meina virkar hún sem upplifun, hún gerir það. En mér finnst líka Kaman, ég sem þú nefnt þetta mitt, að mér finnst Kaman ekki alveg fór oft nóg mikið kredit fyrir að hann er góð sögumæður. Hann kann að segja sögur. Meistari einfallleikans. Já, þú sagði það, það heldur góð lýsing á honum. Og því ég veit þú varst ekki að meina það sem eitthvað svona slæt á honum. Nei. En það er eitthvað sem hann er að gera sem gerir fólk spennt. Sem gerir það að verkum að við förum í bíó og við löpum út með bros og vör. Skilur, við erum ána með það sem við vorum að horfa á. Og þess vegna finnst mér svo magnað sem með Avatar. Hún var svo tekjó, hún var svo vinsæl. Og fólk segir bara, já, það er því að út af þessu 3D-dóti. Það er fullt af 3D-myndir sem komu. Það var enginn sem vinsæl á Avatar. Eða þá, já, þetta er bara Dances with Wolves sagan. Dances with Wolves var ekki svona vinsæl. Þú veist, hvað var það við Avatar sem gerði það verkum að hún varð svona vinsæl? Hann hefur eitthvað svakalegt touch til að tappa inn á bara alla kynslóðir. Eins og við höfum talað með að segja, sem er, út af oft hugsum við það í neikvæðum skilningi þegar við hugsum þetta á að vera fyrir alla, þetta er universal. Þá er oftast þetta dæmi með að þetta sé ómikið fluff, út af þetta þarf að ná til svo margra markhópa, ef þú ætlar að gera mynd sem á að ná til krakka og þú veist, mynd sem ömmundur og afarnir geta hort á. Oftast er það eitthvað svona pandering að bakvið það. En Cameron er náttúrulega líka fyrst og fremst framleiðandi og sinn eigin framleiðandi. Hann veit bara svolítið svona hvað er uniquely svona þægilega einfalt til þess að virka. Mér svipa bara Billy Zane í Titanic, hann er bara svona slísfáiði, en það virkar, þú hatar hann. Þú veist, þið finnst hann sexy af ástæðalausu. Það er kannski bara ég. Og en svo segja, einhvern veginn, Cameron hefur þetta dæmi það sem að þú lýsir Avatar. Og ég man hvernig Avatar tímabilið var, bara hæpið. Og krakkar voru að flykkjast á þessu mynd. Eldra fólk voru að flykkjast á þessu mynd. Og þeim hugsaðu bara, gott bíó. Einföld saga, ég var invested. Og Cameron kann þetta. Þannig að, þú veist... En svo fyndið, þú talar þetta. En við erum að tala þetta núna. Það hljómar svo einfalt. Einmitt. Af hverju ekki allir gera það? Af hverju það ekki fleiri Avatar-myndir? Það er special touchið. Þá með þetta að koma í ljós er hann ennþá með þetta touch, það er alltaf þetta gap á milli mynda. Það síðast sem ég bjóst við árið 2009 þegar Avatar kemur út var að myndið fyrir að bíða lengur eftir næstu kamerumynd. Við vorum svolítið peppar, hann er komin aftur og hann er farin aftur. En skilur þú, Bjarni nefndi þetta, Bjarni Thor sem er komið til mín, og hann finnst samtalið, hann er alveg til í Avatar, en hann finnst pínulegilegt að kamerun sé bara fastu þar. Hvað finnst þér? Var þið til að sjá hann, hefur þið til að fá bara Avatar, bara Avatar, svo hann gert eitthvað fleira nýtt. Trúleist við. Það skilur hvað við, hann er kannski farið að leika sig með fleiri nýjar myndir, kannski minni myndir. Hefur þið freka verið til í það heldur en 20 Avatar myndir? Það eiginlega veldur á því hvernig 2 kemur út. Ef ég stíg út af Avatar 2 og ég er svo peppi meira, skilur, og þetta er, þú veist, þú getur algjörlega slamma Avatar fyrir skort á frumleika. En þetta er samt hans leikvöllur og það er alveg in essence og svona in concept er það cool að hann er að eyða bróðurhluta af seinni árunum sínum, skilur, í fæinu til þess að algjörlega móti sinni eigin sandkassa,
skilur, hann hvað sem þetta Pandora hans thing, skilur, ef hann með eitthvað Já. plan, eitthvað Godfather-esk, ég alveg opinn fyrir því, skilur, en ef Avatar 2 bara off the bat verið vonbrigði, þá verðum við öll svolítið svona kollektivli bara, En þrjá ári við. þess að segja, þetta svona, ég vil ekki veðja gegn honum nema þessi ástæða til þess. Það hefur bara hingað til ekki komið minnstur nýja ástæða til þess. Nei. Þannig að, ef ég ekki pepp í kameramynd, þá bara, hvað ég að gera við að vilja fara í bíó og nýja myndir? Skilur. Hann er ekki að fara að sætta sig við að gera bara eitthvað sem þú sérð í hverjum öðrum sal. Nei, þessum líka leið svona langur tími. Já. Hann sagðist vilja krakka söguna og gera þetta almennilega, gera handritin góð, af því annars hefði þetta bara komið út, við hefum fengið í Avatar 2 2011. Já. Skilurðu? Já, meira því sama. Já. Stærri plánunda. Ég er nákvæmlega. Já. En mér finnst það svo áhört við þetta. Það er annað tré. Það sem er aðeins stærra. Og aðeins eldra. Nei, alveg tala, það er bara verið þannig. Það hefur við bara fengið svona Marvel útgáfur af Avatar. Nákvæmlega, og ég meina við erum að fransæsa okkur í drasl, en ég meina við erum oft líka að setja út á það að meirhluti fransæsana bara svolítið að vera stýra sinns og hauslaus hæna. Ef að Cameron kveðst vera með eitthvað plan, af hverju ekki bara taka mótið, skilur? Í verstafalli erum við ekki að fíla þessa mynd, eða myndir. En þátt eftir 3 ár. Það er enginn að neyða til þess að horfa alltaf 3 ár, en eitthvað segir mér að við munum, meiri sér flestir hatararnir örugglega eftir að koma. Þetta er svona eins og með Rise of Skywalker syndrómið. Þetta er svona margir voru bara það pyrrar út í Last Jedi. Það er bara ég ætla ekki að horfa á næstu mynd. En það horfðu allir á Rise of Skywalker. Ég fór á þetta allt í víó. Ég er að segja það. Þetta er svona, og margir mér sem reynda að playa svo rosalega cool með það. Alltaf margir sem ég upplýði í mínum hring sem var eitthvað svona, ég horfði á hann á Rippi, eða eitthvað svona, ég horfði á hann í Camp Game, en þú samt horfðir á hann, þú augljóslega hafðir áhuga að horfa á hann og vildi vera með í umræðinni. Þú veitir tíma í að horfa á hann. Eftir að hafa sannfært mig tímum saman hvað þetta væri mikið ekki þess fyrir að horfa á. Bara internetið og einhvern veginn svona hvað einhvern veginn rúlar úr þessu, þetta er oft algjör farsi. En svo verður áhugavert að sjá, eins og þegar Avatar 2 kemur út, ef við göngum út frá því að hún komi í desember næsta ári, ég heldur sé, er hún ekki skráð, eða sett í desember fyrir eitthvað en Ég vona það. Sumri. Jú. Með minnið, allavega, ekki sem hætti á næsta ári. Já. COVID búin að breyta svolítið og ég held að það verði alveg, við verðum ekki komin í fullt power á næsta ári með bíóaðsókn og svona. Svo spurðum við 3D. Já. Heldur þú að Avatar 2 verið 3D? Mér finnst það ekkert ólíklegt. En sko, það er meira spurning 3D og hvað svo? Og því að sko, alltaf þegar hafa komið eitthvað svona ný innovation inn í gæðslapa. Ég hef alltaf ekkert haft það aftast í haustum á mér og kamerun að fara að gera eitthvað við þetta. Besta dæmi þar 48 fps. Eða skil bara higher frame rate í myndum. Það er afhjúpað fyrst með fyrsta Hobbitanum af 3 2012 við rosalega mixed viðbrögð, skilur við. En Peter Jackson og núna Ang Lee eru bara taktfastir. Við erum bara vanir. Við erum bara vön kvikmyndum svona. Þetta er framtíðin. Þetta mun losa okkur við strópið og þetta mun vera bara að treysta okkur. Þegar þið aðlaðis við þetta verið betra. En sumir hugsa bara, nei, kvikmynd hefur ekki þetta fíl. Ég veldi oft því mér sko hvort að kameran gæti látið high frame rate virka. Hver veit? Og hann hefur alveg svarað fyrir þessu á einhver leiti og skilst hann sér alveg opinn fyrir því að blanda því, skilur, hafa einhverja síkvensa í kannski einhverju HFR. En hvernig varst þú að fylgja, persónulega? Þú svast Hobbit í 48. Mér fannst það hafa mikið potential. Mér fannst það bara ekki stemma, ef það make a sense. Við þá mynd, eða? Já, það var aðalega þessi effekt, sko, út af að full CG-senur voru hellaðar í HFR. Það skilur, þú ert literally, sko, að Þú ert alveg á jákvæðan. Já, ég er sammála. Það eru, þú veist að setja tvöfalt fleiri ramma af brettiskotum, motion var insane, en svo aftur þegar þú ert komin inn í Hobbitún eða inn í helli, þú finnir nánast bara frauðplastið, skilur, og það kemur þetta raid syndróm, þessi veggir eru ekki alvöru. Raid syndróm. Það sem að, já, en skilur sem animated mynd. Þetta virkaði eins og sets. Já. Og þú veist, ég fann alveg fyrir, skilju, bara Hobbita tætnar eru bara, ég finn fyrir gummíunu, bánsa meira svo en áður. Þannig að ég hugsaði, þetta er örgulega geggja í animation formi. Svipa á flestar teiknumyndir í 3D lukka vel. Já. Svo lengi sem að birtustigið er rétt stilt, sko. Sammála. Bara, þetta er added dimension dæmi og ég held að Avatar framhald gæti alveg benefitað af svona. Að því hún er það mikið teiknuð í rauninni. Þannig að 3D, ekki 3D, það er spurning, en
Cameron örugglega að fara að gera eitthvað. Já, þú heldur það, að hann komi kannski með eitthvað nýtt, eða... Þetta meira svona bara eins gott, skilur svona, hvernig ætlar hann að bara koma í alveg, bara hérna Heimur, hérna Avatar 2. Eða ætlar hann að koma út sem bara Cameron sem við áður þekkjum, sem bara, heyrðu Heimur, ég ætla bara, nú ætla ég að fá ykkur athygli og við ætlum öll í bíó. Skilur þannig að... Já, það verður mjög forvitnilegt að fylgjast með þessu og ég, af öllum í Hollywood sem hafa verið að fylgjast með bara bransanum eftir COVID, þá hefði ég helst til að tala við Cameron. Ef ég geti fengið að velja einhvern svona Hollywood stóran player eitthvað. Að því hann potið að fylgjast mjög vel með þessu. Að því eins og þú segir, hann gerir bíó. Hann gerir 100% myndir fyrir bíó. Hann er að gera fyrir stóran hóp. Og það verður gaman að sjá svona hvernig það þróast. Og hann líka alveg með gott hugmyndaflug. Mér finnst það mjög vanmetið. Þú veist, so what þó frumleikin í Avatar var ekki upp á sitt mesta. Þetta fluorescent, bara svona lighting dæmi yfir Pandora þegar myrkrið skall á, designin voru alveg svolítið klikkuð, ég elska, mér skýtsama þó hann hafi þess vegna bara rippað af ykkur anime, skilur, bara svona floating fjöllin og bara hvernig hann grauta þessu saman. Skilur, þetta gæði sem gaf okkur liquid málminn í T2. Ég ekki mest að biska en við minn góður þessi mynd lukkar og hann tók ekstra mælið fyrir þessa mynd. Þannig að ég hef trú á hans hugmyndaflugi. Ég meina bara það líka hann sé að fronta og sækist í að framleiða og hefur áhuga á projektum eins og Battle Angel Alita. Þetta ekki einhver hack-gaur. Hann alveg að hugsa svolítið hvað væri cool að gera í bíói. Þannig að við verðum svolítið svona, gefa hann með benefit of the doubt, skilur. Ef að senustu 3 myndarnas væri glataðar, sure, þá myndum við öll uppvægstum yfir Avatar 2. Hann ekki M. Night Shyamalan, skilur. Hann ekki búin að gera margar einhverjar floppy röð og, já. Einmitt. Og hann virðir sci-fi. Hann virðir bara svona stórar hugmyndir. Ég meina, það ekki svolítið, ef þú þyrftir að setja kamerun ykkur flokk, ekki sci-fi? Jú, sci-fi bara, þú veist, hann þræði sem sci-fi action, bara Hollywood, alls konar. En manni finnst þess að það sé samt svona, þess að tölum ímyndunarafl. Af því að mér finnst hann vera meiri, þó gerir Hasa líka, en mér finnst það vera svona meiri sci-fi-gur, af því að hann svo creative, hann svo frjór, verið störa. Alls konar hugmyndum, hönnun. Og líka þegar við spólum tilbaka og skoðum myndirnas, ekki eitthvað iconic úr þeim flestum? Skilju, ég meina, hvort sem það designið, þessi gæði smalar sér teimi eins og enginn, skilju, eða fáir. Designið úr Terminator, þegar Terminator kom fyrst í bíó, skilju, skeletonið, skilju, þetta lukkar, þú gleymir ekki þessari hönnun, eða sumt stöfið sem hún sér í Abyss, þú manst eftir þessu, skot og senur, ég meina, ég veit ekki hversu oft hefur verið referensa bara með þess að mannlega hlutnir í Titanic, móðurinn að lesa fyrir börnin með það í huga að þau að fara að sökka og drukna, skilur, gamla parið sem að haldast í hendur, hann kann eitthvað sem að við erum bara svona, já, þetta var gott, skilur, þannig að og með þetta iconic, þú veist, ég hugsa True Lies, Jamie Lee Curtis dansinn, þetta sena sem ég man eftir. Þú líka séðan og réttum aldrei örgla. Örglega. Sem kringum þú veist, ungur úlingur. Já, og líka bara skilur, ég meina, og hann hugsaði á þeim tíma, hei, Schwarzenegger-myndir eru stórar og selja, ég kom Schwarzenegger svona eiginlega á kortið, ég ætla að gera Schwarzenegger-Hasa-mynd eins og það aldrei séð, skilur, minn climax verður nuts, sem það climaxin í True Lies Já, og líka, hún drullu fyndin. Hún það. Drullu fyndin. Þannig að, þú veist, já, það eiginlega ekki hægt að, enginn getur lagt fyrir fram með kamerumynd og ég bara eitthvað svona, skilju. Nei, það er ekki að segja hann sé bara eitthvað svona bland leikstjóri, eitthvað miðlungsleikstjóri, hann ekki þar. Þannig að maður respekta hann. Algjörlega. Ok. Nú komið að. Ég var að fara í listan. Já. Þinn ekki rankaður eins og áður kom fram í síðasta þætti. Í síðasta þætti, í part 1. Part 2 núna, ok. Og þá erum við, og ertu með sama system. Þannig að þú veist, það bara já, þetta bara eitthvað sem að mér langaði að tala Já. Þetta ekki mínar uppáhaldsmyndir, ég búin að tala svo oft þær. Þú hefur pottið geta, ef ég komið mínar uppáhalds sci-fi-myndir, segjum bara top 10, Já. Ég hugsa að þú geta raðað þeim.
fyrir mig. Ef ég fyllt út listan, ef þú búin að hlusta á nokkra bíóblaðastætti, alveg heldur marga, Þetta er góð punktur. þú hefur örugglega getað sett bara á í tíundsætti ætla ég ekki sko þessa. Og þetta er örugglega verið rétt sér. En Hafstein, af hverju þetta viltu ekki ranka T2 ofar? Þú hefur sett Aliens og Back to the Future og eitthvað svona. Ok, og Matrix og svona. Ég er skotin inn Event Horizon fyrir þig. Ertu ekki að gleyma einhverju? Event Horizon. Þannig að ég hugsaði mér, ég ætla að taka frekar eins og ég hef gert þess að 90s gullmála þetta með Bjarna. Þetta er svona smá þannig feelingur um mér. Ok, byrjum á þessu. Þá númer 5 hjá þér. Þú byrjar. Þú byrjar aftur, þú ert gesturinn. Já. Hvað er þú? Og þessar eru, þetta er svolítið solid 5 eða ekki? Já, þetta er einmitt svona, þessar eru mér kærar og mínar myndir eru raggaðar. Þannig að ég myndi lýsa þessu sem quality myndir. Ok. Og líka samt til að svona vekja athygli á eitthvað sem er kannski ekki mikið inn í mainstreaminu og þannig að já, þetta er alltaf svona bæði þessi dansskilur eins og í síðasta þætti var ég með Dark City sem er ekki þekkt og Gattaca náttúrulega, en flestir kvikmyndaáhugamenn þekkja The Fly, skilur. En þetta er bara svona, ég get ekki hugsað sci-fi án þess að hugsa Fly virkilega náðu mér. En svo er líka gaman eins og með þessa myndir, svo að þú ert hardcore kvikmyndaáhugamaður. Þú þekkjum tala Fly. Svo kannski er eitthvað hlustan á þátt og aldrei séð það sem kannski fættust 2001 skilur Akkurat. Sem aldrei séð Fly, hann er líka bara að kynna fólki fyrir 100% að því maður er alltaf, maður er svo gjarn á þegar maður er kvikmyndaáhugamaður, maður er bara svona tekur sér sjálfsagðan hlut, bara auðvitað er allir búin að sjá Fly. Nákvæmlega. Þannig að ég er spenntur að heyra þessa top 5 hjá þér. Og það er eitt sem ég langar að skjóta inn út að við rétt komaðins inn á það í síðasta þætti með mitt að margir sem hafa, og sérstaklega í samhengi Cameron-umræður, Cameron bara, hann er sci-fi gæinn og við tölum aðeins það hvernig sumir bara hafa ekki consistently náð að halda sér sem sci-fi gæjar, hvað sem er þetta Neil Blomkamp eða meira sér Ridley Scott. Hvort við mér einhver leiti. Hvort við mér öllu leiti og margt sem blæðir út fyrir það, en þess vegna langar mig að spyrja þig og ég byrja á 5. myndinni. Og þá þú nefndir Shyamalan, hann náttúrulega daðraði við sci-fi, oftar en einu sinni. Hvað finnst þér After Earth? Ég sá hann ekki. Þú sást hann ekki? Er hún að lista það? Nei. Ég var ekki bara að dáma að velja, að ég var mjög, eða þú hefði sett hann á lista, djúlega verið spenntur. Það hefur geggjað, finnst bara eitthvað svona nýbúin að segja off-air, bara eitthvað science er ekki fyrir mig, en After Earth. Og líka þegar þetta kom til það, og þú rækkaði. Hún er bara númer 5. Ok, After Earth hef ég ekki séð, er hún ekki rusl? Já. Hún er mikið rusl. Ég hef búin að heyra það. Hún sko, það sög sjarman úr Will Smith sem við rættum líka í síðasta þætti. Þú gerir ekki svoleiðis. Nei. En hann hefur sem framleitt hana sjálfur og fyrir krakka sinn. En nóg það. Númer 5 hjá mér er 2015 mynd, sci-fi, víða talin góð, en ég fæ ekki tilfinningar að margir hafi séð hana út fyrir kvikmynda áhuga mannahóp. Þetta er hvað myndið er. Bandarísk? Já, ef ekki þá þú veist, bandarísk kanadísk framleiðsla. Þetta er frá miklum fagmanni sem skrifaði meðal annars Sunshine. Já, er þetta Ex Machina? Þetta er Ex Machina. Ég ánúið sett hann á listan. Hún var á listanum mínum. Þú fílar hana? Já, ég fíla hana. Geggjað? En mér langar líka bara að taka svona Alex Garland sci-fi spjall. Ó, já. Ok, Ex Machina, okkur aldrei hana? Ex Machina er svona í kjarnasýnum það sem ég leitast eftir í sci-fi. Það er human touchið, elementið. Það eru hugmyndir. Það er existentialismi. Það er, skilur, bara svona hvað er ég að fá út úr sögunum og karakterunum. Og mér sögubyggingin í þessa mynd alveg frekar einstök, sem er það, sko, þetta er 3 leikara mestmegnis, það skilur 3 og smá afgangur. En skilur við kynnumst myndin í gegnum Donald Gleeson, sem skilur kemur inn í myndina, kynnist, og þetta er nánast presentar sem mystery, skilur, maður er fenginn í rauninni til þess að vera testa í rauninni gervigreind hjá svona miklum, svona, hvað maður segja, svona tækni snillingi sem Oscar Isaac leikur. Eitthvað svona Elon Musk típu. Basically, já. Steve Jobs, eitthvað. Og testa hefst hvernig extendið er á gervigreind á vélmenni, bara svona fully gervigreindar vél sem er leikin af Alicia Vikander, stórkostlega. Er það best sem hún er gert? Sem leikona? Já. Sennilega, já, en hún er frábær, sko. Flott leikona. Ég er mjög hrifin af henni. Og þú veist, hún er... En mér finnst þú svo áberandi góð í Ex Machina?
Já, og hún er eins og leikonum sem bara hún half-assar ekki neitt, skilur. Meira segja fyrir mikla prumpmynd og þessi Tomb Raider endurgerð var. Hún alveg neldi sitt, sko. Það var ekki henn að kenna og hún skildi ekki virka. Og hún er alveg bara shining stjarnan í Ex Machina og fyrir utan það þá er það að persónan. Mér finnst magnað að við erum að nálgast myndina í gegnum aukapersónunar en svo svona shiftast fókusinn og myndin út af því að skilja hann er bara kanna, þetta er bara svona Turing-testið eða Voight Kampf-testið hérna ekki, Blade Runner bara svona í fullu lengd með öllu tilheyrandi kjötinu og alveg tensjónum og alveg hardkjarna spurningum og þú veist, þetta er eina af þessi myndi sem ég hef alveg heyrt fólk segja að það gerist ekkert í henni, hún er svolítið svona Mér finnst mjög áhugaverð. Mér finnst þú hrikalega áhugaverð. Þetta er ekki hasamynd, þetta er lástundur thriller, þetta er meira svona drama. En hún spyr áhugaverða spurningar, hún er fullkomlega köstuð og stundum bara næri að vera grípandi trekk í trekk. Og ég virkilega bara svona sogast við skjáin. Þegar ég hef tvisvar sem hort á hana, ekki mikið á nýliðum á honum, en ég líka bara samfæra sjálfum mig og horfa á hann aftur. En hún hafði bara svo rosalega mikið impact. Ég bara dísiskamlega að sjá sem þetta aftur. Þetta var skrifað af fagmanni. Það er pælinglega í þetta, það er engin tilgerð. Og mér finnst hún innihalda alveg svona vel iconic senur. Ég elska brellunar í myndinni. Ertu að tala um bara eins og hvernig hún er og svona? Já. Þetta er minimalist, myndin er bara minimalisk. Og Alex Garland, ég er svo mikið í hans svona klappstýru hópi, sko. Ég er nefnilega, þegar ég sá þessu mynd í fyrsta skipti, þá fannst mér hún góð. Ég var svona, já, veist það, þetta er góð mynd. Mér fannst það ekki geðveik, en mér fannst það góð. En mér fannst það ennþá betri í annars skipti. Já. Ég sá hana kannski svona 2 ára seinna eða eitthvað aftur. Og ég kunni betra að meta hana þá. Ég skil það vel. Hún er líka svo mikið, hún er bara svona what the fuck þegar þú horfum hana fyrst, hvert er hún að stefna? Sem er líka góð tilfinning, en ofta er maður líka svolítið alarmt, bara svona er þetta eðlileg mynd? Og líka sem við höfum að tala maður kannski býst við ákveðni mynd. Akkurat. Svo færði ekki þá mynd og þá er bara svona, ok, ég var kannski alveg að kveikja eða hún var ekki eins góð og hélt. Eins og með Blade Runner mér. Nákvæmlega. Þannig að já, Ex Machina, hvernig fannst þér Annihilation? Ég var ekki nú ánægð með hana. Fannst hún léleg? Nei, mér fannst hún fín. Það eru senur í henni sem ég elska. Og ég meira sér að þessu ári tók mér þetta, ok, ég verði að elska þessa mynd. Það er alltaf mikið í henni sem ég fíla. Ertu búin að sjá hana oftar en einu sinni? Ég er búin að sjá hana 2 svar. Annars skipti var það þessu ári og ég fekk sömu viðbrögð. Það er bara glerveggur á milli. Hvað er það? Þetta er karakterinn, þetta er Natalie Portman. Þetta er meira í ætt við það sem við rættum í síðasta þetta, var þetta Dark City og svona að útskýra eitthvað sem hún þarf ekki að útskýra. Og Annihilation er svolítið þar. Mér finnst hún dansa á mjög furðulega línu milli þess að vera kryptik og abstrakt, meira svona í líkingu við Under the Skin og svona meira mood piece. Eða svona art piece, jafnvel. Já. Og svo er hún líka svolítið svona í handaglími við sig hinum megin að koma að við verðum svolítið að útskýra þetta. Og mér finnst að koma á kostnað karakterina, kostnað dýftar. Mér finnst hún gera marga insane hluti sem ég fíla. En eins og sé, það er eitthvað distance. Og það er meira, ég skil við áhorfið á Ex Machina, svona, wow, þetta var góð saga. En þannig að ég leysum það svona meira svona, ég veit ekki hvað það er, en það var ekki alveg á mér. Ég bara sé hana einu sinni, ég myndi alltaf samt segja ég fíla hana, en hún má eiga það, hún situr í mér. Hún gerir það nefnilega, sem var stærsti kveikitrónum fyrir að mér langaði að elska hana, mér langaði að gefa hana annars séns. Og Ex Machina vænti ég líka með þig líka, eins og talar að fíla hana, eins og þá tekur hann aftur. Þarna koma. Litlu núansarnir. Wow, ég var ekki búin að taka þessu. Nú veit ég hvert saga fer. Ég var að pæla hvort að Annihilation verið þannig á mér eða hvort ég verið eins og þú. Það er góð spurning. En svo er líka spurning eins og með það, Annihilation. Ég er bara svolítið pælt í þessu því að hún sat í mér. En það sem sat í mér var ekki karakterinn. Nefnilega. Og er það ekki pínu stór feill? Það getur verið það. Af því það sem situr í mér er kannski ákveðna tilfinningar sem ég upplifði, sérstaklega í lokin þegar maður fær að sjá dansandi þarna, hvað þetta er. Mér fannst þetta eitthvað svo weird. Já, þetta er gott weird, sko. Eftirminnilegt. Já. En ef þetta er ekki karakterinir, þá er spurning, ég veit ekki. Sem er leitt líka, sko, þetta er geðkast í Annihilation, sko. Geðkast. Aftur, þú veist með Natalie Portman, með Oscar Isaac er hérna aftur. Og Jennifer Jason Leigh var í henni, eða ekki? Já, hún var í henni. Og
Tessa Thompson, skilur, og það er mjög leiðilegt að horfa á þessa mynd og bara svona mér langar að poti í alla með priki, bara hvað gera eitthvað, þetta er svo gott potential. Það vantar eitthvað neitt í hana. En svo það kemur einmitt svona martraðar elementin í Annihilation, eins og þú skilur bara creature designið og soundskipið, þetta er svo gott, en hún hefur ekki þetta auka sem ég finnst Ex Machina hafa, sem kemur út frá karaktersamskiptum og líka einmitt bara svona það að bæði veita samkennd og líka bara svona taka eitthvað frá því, sko. Þegar örkin hjá Alicia Vikander í þessari mynd alveg mér svona rosalega athyglisverð. Bara eins og þú nefnir. Já, bara svona, þetta er gott sci-fi. Já, en þetta er þess munurinn á Annihilation og Ex Machina upp á hvað dró mig aftur að henni. Í Ex Machina var það hún. Já, einmitt. Nákvæmlega. En ekki Annihilation. Ná, þarna hittur á það í raun. Sko. Það er entry punktur. Það er, þú veist, það er einhver tilnefning til þess að koma, nei, mér langar aðeins meiri tíma með þessum karakter. Já. Og í tilfelli Ex Machina finnst mér annað áhorf styrkjana vegna þess að hún er að planta svo mörgum fræjum fyrir hluti sem að þú pikkar ekki upp á í fyrsta viewi. Nei. Men Annihilation finnst mér aðeins svo mikið hallast á mood Perris mannskilur og... Var hann reyn og mikið? Mögulega, en svo náttúrulega líka skils... Já, hún náttúrulega aðlögun á bók sem ég ekki lesið, þannig að mögulega er þetta case og án þess að ég veit ekki það. Kannski er þetta bara eitt af þessum tilfellum sem að það make sense þegar þú lest bókina. Já. Kannski tók alveg skalan út eitthvað sem að var kannski var stúdíó fyrkt á bakviðan og þannig að myndi var í smá svona fritsi lendi ekki bara allt í henn á Netflix þarna. Jú, það sem ég las er að stúdíó vildi eitthvað fuck, þessi myndir allt og eitthvað skrítið. Já, við erum ekki að fara að selja hana. Nei, en það sem eins og ég skildi einn af framleiðendunum sem hafði Final Cut, hann hélt með Garland. Ok. Þannig að þeir breyttin ekki, en þess vegna held ég samt að þeir hafi bara dömpaðir, sko. Já. Skilur, þeir höfðu bara ekki trú á henni. Ég get ekki ímyndað með neitt veruleika sem Annihilation hefði tekað í bíó, sko. Þegar Annihilation þegar Ex Machina hefði svo sannlega ekki gert það heldur. Ex Machina kom ekki í bíó hérna. Nei. Alveg rétt. Nei, hún kom ekki í bíó. Mér minnir ekki. Þannig að, þú veist, þetta er, já, þetta er svolítið, þetta pínu svona symbolizar hvað ég fílaði gott sci-fi. Bara svona góð saga, gott mood. Einhverja pælingar. Fær mig til að hugsa. Af því hún er að kann eitthvað. Já, 100%. Bara hvað er það sem lætur okkur tikka. Og hvað er að vera mennskur, skilur við? Og hún fer alveg út í þess að hörðu spurningar alveg skilur við, miklum fókus. Hún er ekki bara eitthvað svona half-ass einhverjar svona speki pælingar, skilur við. Þetta er ekki eins og, þú veist, Merovingian í Matrix Evolutions. Að bara eitthvað svona, love is just a word. Eitthvað svona sem er basically mjög svona superfluous. Já. Þannig að já, mér finnst hún vera svona, þetta er máltíðarmynd. Sástu Devs? Sástu Devs? Minnst þér hérna? Nei. Þú hann eftir? Já, hann eftir. Fokk, ég verður til að heyra hvað þú segir hana. Ég verð mjög setni í partíð með hana en ég þarf að sjá það. Mér fannst ég var blown away af þeirri serju, sko. En Alex Garland alveg kann sitt, sko. Og hann er náttúrulega, já, hann er ekki alhandisöndur. Sunshine. Hann er búinn að skrifa fullt af dóti. Það skrifaði, þú veist, hann skrifaði Dread, var það ekki Beach-bókin, er ég muna rétt. Hann skrifaði 20 Days Later. Var það Drew Goddard sem skrifaði Martian aðluna. Já, alveg rétt. Mjög öll reglan saman, þeir eru þjarkar, sko, þeir eru góður. Alex Garland, já, ég virkilega. En Garland fyrir sko í guðatölu mér eftir Dread. Já, og 20 Days Later. Já. Ég elska Dread svo mikið. Þetta er cool, og það er sci-fi, gott sci-fi. Það er gott sci-fi. Die Hard með sci-fi twisti. Raid með sci-fi twisti. Já. Ok, þú varst með Ex Machina, ok. Ég fyrir næstu? Ég held að. Það er eitthvað. Er þetta, ok, til að minna hlustundur á, það er einhver mynd sem að Hafsteinn voru byggja upp sem að ég hef víst ekki séð. Sem ég held já. Það er gett gátt hún, ég er mjög spenntur. Ok, þessi mynd, þú ert búin að segja þessa. Ok. Ég alveg vissi það. Og hún kom mér nett óvart. Ég hafði ekki mikla væntingar. Og þegar hún byrja myndin, ég var bara eitthvað, ok, þú veist, hvert er þetta að fara? Ég fann það á kæristun minni þegar hún var hana. Hún var alveg að missa þola með það. En mér fannst þau eitthvað þarna. Á byrjunartriðinu? Ekki til að byrjunaratriðinu, kannski bara fyrsta hálftíma. Já. Og mér fannst eitthvað vera þarna. Eitthvað áhugavert. Svo það myndi á búin. Það var bara svona, já, þessi var svolítið áhugaverð. Og ég fór að lesa mig til hann og svona. Mér finnst það líka var rós. Ég myndi fá þetta þess að vilja googla eitthvað eða eitthvað.
og mér finnst það sniðu nálgun á þessari gömlu pælingu hvort koma undan ekki eða hænan og þessi mynd svolítið að leika sig með það og ég skil alveg að fólk horfa á hana og er bara, hvað fucking kjafta er það? Ég skil það alveg. Þetta er ekki mynd fyrir alla. Mér finnst hún ekki vera... Ertu kveikja myndin eða? Nei, ekki að það, en ég er rosalega intrigued, sko. Þetta, já. Ok, þú veist intrigued. Getur þú gefið mér árabil? Já, hún er ekki það gömul. Ok. 2000 og... Ég bara sá hana svolítið seint. Hænan eða ekki, hún er alveg svona, hún er að darfið spekingslega pælingar, hljómar ekki svo fyrst í hálftíminn sé rosalega aðgengilegur, svona í hefðbundinni merkingu. Myndin sjálf er hún ekkit aðgengileg. Nei. Fannst mér. En ég var svo ánægð með, hún er alveg svona, svolítið svona out there og þetta er svona tímaflakk stúdíinni. Og svoleiðis myndir. Er það primary focus í myndinni? Já. Ok, þetta er ekki svo Looper eða Terminator, það sem að tímaflakk er bara springboard fyrir annan sögurþráð. Nei, ég get alveg sagt þetta strax. Ég er með 2 tímaflakksmyndir. Þetta er ekki Primer. Nei. Time Crimes. Nei. Tímaflakksmynd. Amerísk? Já. Eða þá kannski kanadísk, ég heldur svo amerísk. About Time? Nei, hún er drull aðgengileg, hvað er það með mér? Nú er ég bara að spóla ekki tímaflakksmynd. Hún er sérst frá, já, var ég búin að segja þér frá hvað ári? Nei. 2014. Allavega samkvæmt í IMDb. Ok. Ég sá hana bara í fyrra, minnum mig. 2014, sci-fi með tímaflakks aspekt. Það er alveg pínu intriguing. En hún er ekkit rosalega svona allra. Nei, ég myndi ekki segja það. Hún er alveg, ég ætla að mér ekki satt við foreldrar mína. Tjekka þessu mynd, geða ekki mynd. Þau verður bara eitthvað svona, hvað rugl er þetta? En mér fannst nú þegar myndin klárast, það fannst hún alveg meika nokkurn veginn sens. Komin í bíó. Þetta er ekki Snowpiercer. Hún er 2013 en var flestum aðgengileg hérna. Það er ekki tímaflakki einu. Mér langar að segja þér. Ég segi aðalkast. Nei, aðaleikaran. Já. Ethan Hawke. Predestination. Damn, gott stöf. Já, þú sérst búin að sjá hana. Hvernig fannst þú? Mjög svo góð. En fattar þú hvað við með pælinguna? Ó, guð, já. Þetta er þessi grillar að heilan, sko. En samt er góð nátt, finnst mér. Þetta er spírikbræður, var það ekki rétt? Sem gera Daybreakers og Undead. Mér finnst Predestination tölur betur en Daybreakers. Já, algjörlega. Og alveg... Hún er að tækla alveg ákveðna hugmyndir. Já. Hún satt alveg í manni, sko. Og alveg mynd sem er verðt að kynna. Hvað heitur hún aftur leikona sem var alveg standátið í henni, sem að... Já, veistu það, oh my god, ég trú ég munnaði ekki, en hún var svo góð. Ég sá henni í fyrsta skipti í þessari mynd, ég man ekki eftir henni. Dammit maður. Þetta er svona... En já, þetta er... Viltu að vita hvað hann heitir? Ég er að googla það hérna. Já. Er það þannig Sarah Snook? Sarah Snook, takk fyrir, mitt. Hún geggjuð í þessari mynd. Hún er geðveik í þessari mynd. Þannig að, já. Hún er stand-upið í henni. Engin spurning. Og ég þarf að sjá hann aftur. Ég er líka, ég bara sé hann einu sinni. Já, ég er alveg einmitt svona, þessi mitt fyrir listan, aftur. Hún var nefnilega, ég held sko, fyrst þegar ég sá pósterinn og ég bara, oh my god, þetta er svo mikið af rusl sci-fi-myndum. Þetta er svo Netflix virðast vera í þeim bransa að búið til lélegar sci-fi-myndir. Það er alveg Mute og fleira. Já, Anon, Titan, I Am Mother, fullt af sci-fi-myndum. Og ég er alltaf spenntur. Og þeir keyptu Cloverfield Paradox, táknum gæði. Oh my god, maður. Þannig að það er erfitt að gera góða sci-fi-mynd. Guð mig góður, já. Ég var búin að afskrifa þessu mynd. Já. Ég þetta er eitthvað kjæft það. Svo sem ég segi, þegar hún byrjaði, ég var bara eitthvað, ok. Að ég er ofta ekki þolumóður. Nei, ok. Það var eitthvað í henni. Já. Eitthvað svona spennandi, eitthvað áhugavert. Svo myndi klárast, ég bara eitthvað, þetta er pínu mindfuck, maður. Var konan að fíla það? Já, þegar myndi að búin. Þannig að hún small saman undir lokin. Já. Geggjað. Mér minnir alveg örgulega hún að fíla hana. Mér fannst hún allavega mjög áhugaverð. Mjög gott pick. En hún fór ekkert að googla þetta kærasta mín. Nei. Hún var á klósett og ég var eitthvað að googla. Já, þetta meikar alltaf sens. Ég elska svona, sko. Ég vil alltaf fyrst, sko, þetta er svona mín svona persónulega kríteri sem ég elska alltaf svona að hríslast í mínum túlkunum svo fara í Google-ið, skilur. Já, það er sem ég gerði. Já, það er svo gaman, skilur. Þetta er bara, það er meira að pikka í, sko. Já, og bara eitthvað, hún er alveg svona þeir voru virkilega að leggja metnað í þessa mynd og allt það. Ok, þannig að Predestination, tímaflakksmynd, mér finnst það heldur góð. Hvað ertu með næst? Næst, þar sem mér langaði í númer 4, mér langaði, sko, hjarta mitt segir og í rauninni er þetta svona placeholder fyrir
Matrix, eins og kom fyrir mig síðasta þætti. Og ég hugsaði, nei, Hún fór á bekkinn. Já, ég hugsaði með svona hafstin, örugglega að tala um Matrix. Við erum, sama hvað við endum örugglega á því að tala um Matrix. Og við erum búin að tala um Matrix. Svona, af hverju ekki? En, þú veist, þannig að hún var tekin til hliðar og myndið sem langaði aðeins að ekki endilega vekja athygli á, þetta er dundur fræg mynd og mjög influential mynd, en mér finnst bara þess virði að nefna hana. Og nú kemur svona persónulega sniðið á listanum, svo svipa og ég gerði með framhaldsmynd dæmi, það sem, þú veist, það er alltaf einhvern svona persónulega saga þarna bakvið, eða getur komið. Og ég valdi Ghost in the Shell 95, teiknumyndina. Já, ok, ég ætla að segja Scarlett-myndina. Guð, nei. Nei, þetta var ég spenntur. Ég sagði líka kærustu minni frá þessu, hún bara eitthvað, really? Nei, orginalinn. Ok, það áhörp, náttúrulega flott mynd, en áhörp bygg. Þetta er geggjumynd, og líka fínt sko að skeila sér niður í tímalínu, en þú náttúrulega, ef það var ekki Ghost in the Shell, það var engin Matrix. Nei. Alveg svo það var ekki Blade Runner, engin Ghost in the Shell. Og sko, fyrir það, mér finnst þessi mynd bara goddamn meistaraverk, sko, þessi Ghost in the Shell, og þarna ertu með allt í einu pakka. Það er góður hasar, stapp fulla pælingum, hún er uník, ótrúlega flottur stíl, skor sem bara, ég get ekki hætta, þú veist, sem hættir ekki ekko í heilanum á mér. En persónulega tengi ég kemur frá því að ég sá hana það ungur, að þetta er svona eitt af fyrstu tilfellunum, það sem ég uppgötaði að teiknumyndir er ekkert endilega bara fyrir krakka. Já, þetta er ekki bara Disneymyndir, eða? Nei, skilur svona, ég var aðeins byrjað svona bransin í svona anime á þessu tímabili. Þetta var svona ein af gateway anime myndunum mínum, skilur, og ég var alltaf ungur til að svona vera bara, já, ég nákvæmlega hvað þetta gengur út á, skilur, en hún bara náði mér. Manstu hvað skaðan þú sást hana? Varstu 12 ára eða varstu 10 ára? Ég held að rétt gisk væri, ég sá hana áður eins á Matrix, ég er alveg viss um það, sko, þannig að þetta var 97-98. Já, ertu ekki 87? Já, hún er 95 í þessi mynd. Já, þannig að þú er kannski 10-11 ára þú sér hana? Já. Ok. Og svolítið kemur Matrix, skilur, en ég var eitthvað bara, þetta er svo Ghost in the Shell, en þetta er svona, Matrix svolítið svona, hún uppaði einhvern neista, skilur, það sem að Mér finnst að tjáskís voru undir áhrifum miklum, það er bara til dæmis Ghost in the Shell. Heilur rammaðni bara teknísk, sko, en líka bara einmitt þetta, hvað þýðir það að vera mannlegur, hvar tekur vélinn við og hvar endar manneskjan, eða þú ert einhvers konar hybrid fusion og ég þarf að sjá hana aftur, ég sá hana bara því ég var úlingur. Og þessi myndi er alveg, sko, hún er alveg spekileg, sko, og aftur það er engin tilgerð, hún bara svona, mér finnst hún virka og hún alveg, sko, kveikt á miklum áhuga með til þess að kynna mig meira af þessu. Ég drakk í mig, sko, það sem kallast standalone complex, þetta er Ghost in the Shell þættir. Svo gerði framhaldsmynd 2003, minnum mig, eða 4. Gerði Ghost in the Shell 2? Sem hétt Innocence, já. Innocence, Ghost in the Shell 2 og fjallaði bara, þá var Bato, gæinn sem er með, sergeantinum, Motoko, þá hann er hliðakartur í fyrstu myndinni, gæði með augun, sem að Pílu Valsbæk leik í myndinni. Innocence er frábær líka, hún er ótrúleg og þetta er mitt svona, þetta er artmynd, bara animated, skilur við. Horfður mikið á anime? Ég gerði það. Þú veist yngri? Já, alveg mikið, sko. Og mikið inn í svona anime miniseríur og alls konar. Og ég kann að meta bara svona alls konar sem er eins fjarri okkar kúltúr og fyrir finnst, sko. En ég var alltaf meirinn í, skilur, ef það er sci-fi angle eða eitthvað svona existentialist. Það sem ég vildi aldrei brenna mig á þegar ég var með mestan anime áhuga, það var, skilur, að lenda inn í seríu sem hefur, sko, þú veist, að lágmarkið 1000 þátt lágmark. Þannig að ég var alltaf svona eitthvað minisería, eitthvað sem er bara stakting, svo veist mér, ég átt upp Neon Genesis Evangelion, skilur, þetta var bara eitt entity, það er það vísu ekki lengur í dag, það hefur bransað út. En Ghost in the Shell er bara, þetta er geggjað. Og ég vissi að mér langar að hafa eina teiknumynd, sem, þú veist, líka sýnir bara að, já, animation er ekki geiri, þetta er ekki genre, þetta er artform. Þannig að þú getur sagt hvaða sögur sem er í gegnum animation. Og ég hataði ekki endurgerina. Þú veist, amerísku Ghost in the Shell. Er þetta alveg leiknumyndina? Nú er ég að tala um Scarlett Johansson myndina. Já, hvernig fannst þér hún? Mér fannst hún allt í lagi skuggi af því sem að þessi mynd er. Hún var ekki of mikið fluff. Hún var ekki pjúra bara strípum þetta niður og gera bara action. Hún leiði sér alveg að vera pínu með svona ponderous og svona meira í Blade Runner áttinni. Geggja skor frá Clint Mansell líka. Alveg bara pornographically vel, flott bíómynd. En hún hafði mitt ekki. Þú veist, ef þú berðar saman hlifilið, þú sérði alveg, sko, þetta er alveg vastint útgáfa af
Ghost in the Shell En ég ekki svolítið svona auðgleymanleg. Hún það nefnilega. Ég fór henni í bíó og já. svo bara gleymdi henni bara daginn eftir. Akkurat, þú veist, og mynd sem að með þetta mikið af pælingum í sér, mynd sem þetta flott eins og það remake var, remake hérna, jú, þetta var definitely remake. Það bara, það á ekki verið í spilunum, skilur þú átt að fá meira út af þessu. Ímyndaði, skilur að gleyma Blade Runner daginn eftir, skilur eða verður eitthvað svona, já, ég svo hann í gær. Var hann ekki flott, skilur Það gerði svolítið með að ég hata ekkert þessa leiknumynd, en hún var svolítið svona, ég sá hann í bíó og svo bara flatt, bara vantaði bit í hana, hún var of basic sem Ghost in the Shell ekki. Nei, nákvæmlega. Og var líka ómikið að reyna, þú veist, hún var að elta í skottið á orginalinu, svona þar, svona á röngum svæðum, svona, þetta lukkar eins og í teiknimyndinni núna, sérðu lukkið, skilur, en nei, það er ekki bara lukkið, það er kjarnin. Ertu búin að horfa eitthvað, þegar við erum að tala um sci-fi og svona animation, ertu búin að horfa eitthvað á Netflix, hvað heitir ekki, Love, Death, Robots? Ég hef ekki séð allt, er ekki það sem Fincher framleiðir. Jú, þess að stuttu... Jú, það margt ógeðslega gott hana og ég hef ekki klárað þetta. Nei, ég eftir seríu 2, það gerir alveg seríu 2 kom stuttu. En þetta er bara svona eins og, já... Svolítið gaman að þessu samt, þeir eru að leika sig með alltaf gaman að sci-fi og... Ég elskar ég með svona lilla örsögur í stærri svona anthologíu eða stærri seríu. Svona svipað, þú getur byrjað hvar sem er á Black Mirror, skilur, og það er engin fyrsti þáttur per se, skilur. Nei, þetta er standalone og... Já, algjörlega, og Love, Death and Robots er svolítið þannig. Það er mjög gaman að geta að koma svona, prófum þessa, þetta var ekki gott, prófum þessa, þetta var gott. Og líka því að stílarnir öðruvísi. Nefnilega, já. Þetta er kannski eitthvað fully CGI-dót, svo með allt annað teknistíl. Og eitt leikið, skilur, kannski. Já, alveg, það var einn í fyrst sem hann leik. Var ekki Topher Grace? Jú, ískapa þátturinn. Mikroheimurinn. Já, einmitt. Það er svolítið gaman að þessu, ég þarf að mynda að tjekka á seríu 2. Smá svona Simpsons dyrrit angul í því. En já, Ghost in the Shell, sko, ég vildi hafa teiknimynd. Teiknimyndin sem ég hefði haft sem er á bekknum sem ég veist vera outstanding og ég er nokkuð sem ég hef nefnt á náður, það er mín uppáhalds Pixar-mynd, það er Wall-E. Hún er hardcore sci-fi. Já, það er bara sci-fi. Og hún er gorgeous, hún er falleg, hún er ljóðræn, ég elska soundscape í henni. Nú er ég bara með snögt innskot Wall-E. Finnst hún öll góð? Öll, já. Finnst þið seinni hluti jafn góður fyrir? Hann alltaf aðeins meira, skilur, þetta ekki með rætt og meira svona, þetta ekki með plottið svona meira og þetta típiska tension aspekti. Mér finnst það virka. Mér finnst myndin alveg, mér finnst gott að vera, myndin six-sackið. Þú veist, hún byrjar rosalega svona pondurously, mikil eymd, svo kemur allur kaosinn, skilur. En út af því að myndin svo vel byggð upp, bara á handrisleveli og bara visual storytelling leveli, mér finnst hún algjörlega ganga upp. Ég þarf að sjá hann aftur, ég sá hann bara bíó, en ég man að þegar maður fara að sjá feita fólki út í einhverju geimstöðu eða geimnum eða ekki. Jú, það var svona skemmtifæraskip í geimnum. Já. Var það ekki svona miðbygg? Hann fer borðið skipi, svona cirka byrjunina inn í jakt 2 eitthvað svo leiðis. Eftir kannski... Nei, það er svona í miðbyggjum. Já, það ekki? Jú. Þetta er kannski svona 50 mínútur kannski. Jú, en spæði, hún samt morandi í alls konar, þetta er rosalega on the nose, skilur, hún er ekkert subtle með skilabóðin sem er basically bara, ok, fine, við skulum hreyfa okkur meira, jú, við erum of háð skjánum okkar og allt þetta, og gervigreindin að taka yfir líf okkar. Var það ekki þannig? Og allir áttum svo feitir? Erum við að mismuna? Nei, það var nákvæmlega þannig. Var það ekki? Jú, bara beinabyggingin var bara búin að de-evolva, skilur, það fór bara ekkert vant í að nota lappirnar, skilur, við vorum bara, það er sko vélarnar og það var þetta consume element, myndin alveg sem fyndið, þetta er Disney Pixar mynd sem bullandi áróður og neysluhyggju, skilur, bara eitthvað svona, verður bara í þínu cozy stól, skilur, þetta er svongur, pantaði bara mat, við reddum honum til þín, það þarf ekki að Skype einhvern, skilur, myndin svo gaman að Disney réðist á þetta, skilur, og Pixar, og þetta alveg mikið sci-fi. Já, algjörlega. Mér finnst þessi mynd fara í svona avatar-kategoríuna sem, þetta frábær kvikmynd, en þetta samt mynd sem ég get sýnt hverju sem Ég get sýnt 3 ára dóttur mín þessa mynd, og hún að fara að geta hann upp bara svona og vera alveg límt við bara, krúttlegt vélmenni, skilur, hann bumbling, og skilur, hann ástfanginn, og þetta... Þú getur ekki hann að elska Wall-E. Engin spurning. Sko, það engin spurning. Ef þú hatar Wall-E, karakterinn, þá eitthvað að. Þá eitthvað að. Hann svo krúttlegur og ég það kannski skefna annan séns. Það nokkra Pixar-myndir ég séð. Það sem það missa mig oftast, kannski eftir klukkutíma. Ég finn það bara svona... Það líka misgóðar, alveg helvítið. Algjörlega, en eins og Up var líka svo sem er.
mér var náttúrulega allt hrynur í Up eftir fyrstu 10 mínútur. Hún það sterk, en mér finnst hún skemmtileg, sko. Mér finnst hún alveg mjög skemmtileg. En ég held við vorum að tala ég held ég að tala þig, að með svona suspension of disbelief, eins og í þeirri mynd. Ég vitnast þetta í hana. Ég man ekki eftir að tala Up við þig. Nei, ég var kannski talað Óla. Ég og Óli erum líka ofta að nördast eitthvað á Facebook. Sko, Óli hefur sjálf, er þú talað Óli Bjarka? Hann er sjálf viðurkennt, sko, við erum örgulega skornir af sama, sko, steini, sko. Ég held svona ef ég ætlar að reyna að kvóti hvernig hann orðaði, hann bara svona einhvern veginn steig einhvern einstaklingur í spegill og splittaðist í 3 parta og það er ég, Óli Bjarki og Máni. Það er best ég heilt. Þið náðu mjög vel saman. Ok, jú, þegar ég segi Óli, það er bara, í mínum huga bara einn Óli og það er Óli Bjarki. Sjátt til hans aftur hérna. Ok. Mikið elsku Óla. Elsku Óla. Ég held, já, við vorum að tala minnum Up og í þeirri mynd, ég trúi því að húsi getur flogið með öllum þessum blöðurum. Skilur? Já, já. Ég sem ávarði í kaupa það. Já. En hún missir mig svakalega. Það er svona að ég nokkurn veginn lokin. Þegar hundar byrja að fljúga flugvélum. Já. Þá er ég bara svona, ég veit þetta er teiknumynd. Þú verður svona meira skrýpó. Já, ég var bara, eru hundar farin að fljúga ykkur allavega. Og ekki ná með það, maður ekki, það er insert í myndina sem voru ekki allir að replikata málverkið sem alltaf að spila póker og bara, hei, hvað er að gerast það núti? Hún er rosalega kartúni, en hún embracea það. Ok, smá ótundur. Ég man ekki hvað hann tala um. Ghost in the Shell, geggja að valið anime mynd. Fórum úr henni yfir í Wall-E, sem er hardcore sci-fi, þannig já, Wall-E var á bekknum, en Ghost in the Shell, þetta er bara legend mynd. Og rammarnir í henni þeir eru brennumertir, skilur. Þeir eru betur en Akira? Já. Ég er ekki mesti Akira-gæðin, sko. Nei, ég er bara að spyrja. Ég segi oft í konuna mín að besta Akira-myndin er Chronicle. Þannig bara overtime-myndin? Já. Sem að, ég var ekki Josh Trank sem kemur. Já, found footage overtime-myndin, þetta er basically bara Akira, skilur, bara svona. Veistu hvað myndar alltaf nummer 1 hjá mér? Að ég sá þessa mynd í Akira, Ghost in the Shell. Sérst anime þá? Já, anime. Var það Miyazaki mynd? Nei. Ok. Ég var action guy. Gott. Og það var ein mynd sem ég sá. Ég sá það alltaf svipum tíma. Og ég var bara eitthvað, þetta er myndi mín. Ninja Scroll. Gott stuff. Ég elska hana. Fuck, sko var ekki Farna Gilbert sem hann nefndi mitt hérna Redline. Jú. Farna Gilbert, jú. Redline er veistla. Ég var svo ánægður þegar nefndi hana. Og það sko Redline, með minnir hún hafði tekið sko alveg 6-7 ári í vinslu og það sést þegar horror á goddamn myndina. Já, ég þarf að sjá hana. Ég mæli með því, sko, actiongaur, Redline, þú sér það ekki í líkingu við hana. Nefna kannski Sky Blue eða eitthvað, en hún er reyndar kóresk, minnir mig. En já, anime, þetta er alveg, frábært pick. Já. Hún á skilið, þetta er sci-fi þáttur og hún á klálega skilið sæti í þessu þætti. Ok. Næsta mynd kom bara út á síðast ári. Þessi næsta mynd hjá mér. 2020 þá. Já. Það var ekki eina sem svona leftover myndum, eða eitthvað svona þannig. Við minnir ekki. Ok. Minnir ekki. Og ég er bara búin að sjá hana einu sinni, en hún situr rosalega í mér. Það er ekki Tenet. Nei, það er ekki Tenet. Þetta er sérstök mynd. Hún er ofbeldisfull á köflum, alveg mjög. Possessor. Já. Ég elska þessa mynd! Hún er á bekknum mínum. Ok. Ég myndi ekki alveg hvort að þú hefur sagt að þú hefur fílað hana. Ég held við höfum ekki talað um þessa mynd. Við höfum ekki talað um hana. Nei. Ég er svo feina á að fíla hana. En hún situr rosalega í mér. Samt er ég bara búin að sjá hana einu sinni. Þetta er rosalega sérstök mynd. Mér langar að sjá hana aftur. Þannig að þú fílar hana. Ég elska þessa mynd. Fuck me, maður. Sko, ég gerði topplista fyrir ok, það var mjög erfitt að 2020 svolítið svona cancelled bíárið. Þetta er bara svona, hvaða leifar höfum við? Svona mörguleiti. En Possessor ef einhver hefði spurt mig áramótum síðast hvaða mynd situr mest í þér frá þessu ári, ég hefði sagt Possessor. Þessi mynd er gourmet thriller. Hún er, ég vil ekki segja ómikið hvað hún fjallar og þú veist, þetta er alveg Inception level nuts hvert þessi mynd fer sko, í tengslu við bara svona ákveðna tækni sem er notuð og þú veist, þetta er mynd sem er ótrúlega frumlegt exploration of identity. Já. Og hún er bara psychologically fucked up. Það er skot og atriði og brutality sem er bara hreint martraðafóður. Rosalega gróf maður. En það er vist í gegnum greinilega ættina, skilst mér. Þetta er sonur hans Cronenberg sem gerir hana. Þetta er Brandon Cronenberg. Og þessi mynd er svakaleg.
ekki allra. Nei. En ef fólk eins og ég og Hafsteinn í lífinu, svona, við fílum Martyrs og Inside og make sumarmyndir sem eru bara eitthvað svona, þetta gross, en damn, þetta saga. En svo líka svo fyndið að því hún hæg og hún alveg þung. Og það oft eins og við höfum stundum talað ég ekki mikið fyrir þannig myndir. En þegar ég sá þessa mynd, ég var límdur við skjáin. Já. Og hún líka, hún flott, vel leikin, bara þegar að koma þessi því ég mikið fyrir kvikmyndofbeldi, þegar þau koma, þetta svo visceral. Já. Og hún svo, það líka eitthvað við hana, þetta svona gut punch mynd. Smá. Ok, hún svolítið mikið gut punch. Ég held að það hafi verið, nei, ég ekki sem að það verið móðir mín, en það alltaf einhver nákomið mér sem að sagði einhvern veginn mig að þegar ég gengdi störfum sem kvikmyndagagnrýnandi að þetta hljóma oft eins og stór hættulegt starf, þetta má alltaf lýsa upplifinu sem bara eitthvað, ég fekk rifbeini á hlátri, eða þessi mynd bara sparkar í magan á þér, eða sko, þetta eins og að fá blauta tusku í andlitið, þessi mynd svo mikið hell, en þessi mynd gut punch. Hún það sko. Og jú, hún þung, en þú veist, það byggt inn í það að intensleikin í myndinni svo rampandi allan tíman. Algjörlega. Það já, fleiri þurfa að sjá þessa mynd. Ég hefði viljað svo mikið hún hefði komið í bíó. Hvar var hún ekki líka bara svolítið út af COVID? Jú, fór alveg svona fólki sem að svona heyrða af henni, ég held að hún sé alveg almennt vel metin, bara þessi mynd algjörlega, hún virkilega hitt á eitthvað hjá mér, sko. Og líka ég er mjög hrifinn af Andrea Riseborough sem leikonu. Mér finnst það flott leikona. Og aftur, Jennifer Jason Leigh þarna. Og það var einhver frægur, var ekki Sean Bean? Jú. Ég var líka, veistu það, ég var búin að gleyma þér. Ég var eitthvað svona, hver var þetta? Sean Bean. Hvað var standkastið sem var standkast? Og á þess að spoila, þetta standkast, svona gerur þetta. Ég veit hvað það tala Já. Possessor, geggja var. Possessor, já, líka minnst þetta svo töff nafn líka. Og þetta plaggat hræðir fólk. Já. Ég literally sé fólk hover yfir þessa mynd á svona, veitum eða plexi, eitthvað svona, új nei, og svona býttu bara. En svo skil ég líka alveg, þetta er ekki alla. Enga veginn. En mér langar að hafa hann listunum, af því að ég nefndi hana, ég gerði 2020 þátt með Kíló. Það fór eitthvað yfir svona, mér minni alveg örgulega nefnt Possessor þar, en núnast ég ár síðan, og hún situr ennþá í mér. Hún situr svakalega, sko. Satt í barnum síðan einu sinni. Ég hef síðan einu sinni, og ég held að það hef verið eitthvað í október, nóvember mitt, og ég get ríkála myndin alveg bara senu fyrir senu, sko. Já. Og hún er líka svo tætt, skilur, þetta er í grunninn fyrir eitthvað einfaldur thriller, og líka svona mjög steikt sjálfsuppgjörsaga og í rauninu aftur, exploration of identity. Já. Og exploration af í rauninu svona inni djöflum og alls konar. Og hvernig hún tæklar það og hintin sem hún droppar yfir svona myrkari element og svona fucked up element og endir náttúrulega virkilega bara svona þannig að ég elska svoleiðis, þannig að hún er alveg, hún er thrillrætt. Hún er það maður, brutal thrillrætt. Og bara vel gert Brandon Cronenberg, skilur, að bara koma hérna, bara heyri, ok, ég er góður líka. Þetta er ekki bara pabbi minn. Sem ég er svona eiginlega betri en flestar David Cronenberg myndir ef ég var hreinskilin. Já, frutur alltaf eins og The Fly eða eitthvað. Eitthvað svona masterpiece. Akkurat. Í samanlegar. Ok. Hvað ert þú með næst? Númer 3. Já. Í samhengi mynda sem sitja í manni og eru legend. Og eru bara ómótstæðilegar. Legar? Sko, í samhengi mynda sem er bara skilur ég festist við þetta er málið og kannski er ég svo mikið Fly tengingunum núna, en aftur gott dæmi og ég get hólfa hann í sama dæmi og Fly sem er endurgerð sem virka. The Thing. Þetta er besta Carpenter myndin. Geðveik. Hvað er hægt að segja The Thing sem hefur ekki verið sagt áður, skilur? Þetta er bara gott stöf. Hún er rosaleg. Allt frá skorinu upp í vel, sko, og ég meina, við vissum ekki hversu gott við höfðum alltaf þegar við fengum svona vel skeggjaðan Kurt Russell, hvern sem hann er umkringdur. Þannig að já, þetta er bara, hún er, þetta er svona creature feature, alveg par excellence, sko. Bara, hún flæðir, hún er geggjuð. Ég ætla að segja eitt núna. Ástæðan ég kannski ekki að tala mikið um The Thing. Allir ekki að Thing. Hvað sér þú? Allir ekki að mynda. Nei. Það er því að ég get sagt það núna, því þegar þessi þáttur kemur út,
þá verði ég búin að taka upp þáttinn síðan frá að tala um. Ég er að taka upp með Óla Bjarka. Já. Og við erum fara að tala um 80s horror. Geðveikt. Við ætlum að ranka top 10 myndir. Hann er alltaf horror fan döðans. Hún á bekknum. Hjá mér? Já. Nei, Thing er nummer 1, sko. Geðveikt. Þannig að ég er svo spennt, ég held að sé nummer 1 hjá Óla líka. En ég alltaf veit ekki listan hans. Allavega, þannig að þegar Óli, ef hann horfir á þennan þátt að hlustar á hann, þá verður við hvað sem búin að taka upp, þannig ég er ekkert spólinu. Nei, skilur. En The Thing, hún kemst í efsta sæti um mér, því ég elska líka horror. Yfir 80s horrormyndir, það eru margar góða þar. The Thing er nummer 1. Ég finnst það masterpiece. Mér finnst þetta líka svo gott dæmi þú veist, oft finnst mér þess að horror sem miskilin geiri, skilur, og sem er þannig að margir meta horrormynd eftir því hversu oft þeim bregður, skilur, ég svað með ljósum kveikt, en The Thing sparkar í þessar reglur og segir basically bara eitthvað, þetta er að fara að leggjast undir, þetta er að fara að leggjast í þig, skilur, þetta er bara, hvort sem það eru effektarnir, er bara situationi, skilur, þetta vantraust á aðstæðum, hver er hversu vel þekkjur fólk nefnilega, og skilur, og hvað þarf til þess að, skilur, tensunni brotni til þess að við afhjúpum rétta eðli í viðkomandi og þú veist þetta, já, þú veist, ég vil ekki hamra mikið á creature designinu og þetta skilur, þetta er náttúrulega líka bara prime example af, þú veist, hvernig bara praktískar brellur eru æðislegar, ótrúlegar æðislegar og hérna hún eldist vel, ógeðslega vel af því að Carpenter-myndir eldast ekki gera venjulega ekki það eldast ekki vel. Ég elska líka hvað Carpenter er mikill fílupóki, sko, þegar kemur að sarpinu sínum, fólk er bara eitthvað, þú veist, mér skilst að hann sé, þú veist, ef fólk myndi lappa upp á honum, kom bara eitthvað, vá, ég elska Thing, maður, þú veist, snillingur eftir, ájá, okkur elska hann enginn þegar hann kom út, ég er bara að tapa á henni, hún var flopp og allir höfðu hana. Bara undan sinni tíð. Langt á undan sinni tíð. Já. Og þú veist, já, og fólki fannst hún bara of grotesk, býst ég við, skilur, en ég meina, ákveðin hlut af impacturinnar er líka bara, veist, það er mjög ódýrt og ég ætla bara að segja að það sé auðvelt að, skilur, fara grotesk leðina, skilur, það er örugglega verið einhvern tímann rætt í þessi podcastum, skilur, svona Human Centipede, skilur, típan nálgur sem er bara svona, ég get, eins og í Human Centipede 2, ég get búið til senu þar sem að ég er að myrða nýfætt unga barn og þér á að líða ógeðslega út af þessu, en skilur, þetta er samt bara svona mikið, bara svona, Þetta er líka ekkert mál. Þetta er bara svona punkismi, skilju. Þetta er svona pínu svona Lars von Trier upp á sitt versta, bara svona, ég augraði núna, skilju. En það er psykológían sem er lykillinn, skilju. Og hvað þýðir þetta? Og það að Thing er þetta grotesk. Það er sér rammana sem myndin er að varpa á þig, skilju. Hvort sem það er hjartanóðið, skilju, eitthvað, eða hvað er í víl sem kom. Þá er það bakað inn í tensionið fram að því, skilur. Þannig að gróteskið verður þeim meira amplifæjað. Og þú veist bara, allir faktorar vinna saman. The Thing þetta er legend mynd. Og þú veist, hún ætti að vera stúderuð af fólki sem vil annarkvort, já, kynna sig kvikmyndir meira, komast meira inn í horror og leiðir svolítið svona tíma að gesta þetta. Ef, skilur, ég get vel ímynda mér að ungar kynslóður taki svolítið svona approach to the Thing, eins og okkar kynsla tók á Exorcist, þetta scary mynd, skilur, að fólk eitthvað fríkund yfir þessu, mér brá ekki neitt, ég var ekki hræddur, en þú veist, já, það gleymist alltaf að maður þarf svolítið að píla laukinn sjálfur psykologist og þá kemur eitthvað meira með því. Algjörlega, en máleika sem er það Thing, þú talar um eitthvað grotesk og þetta er svo ég myndi bara segja við þig, Tómi, gerðu eitthvað ógeðsla mynd og þú þurftir bara að fókusa á það, það er eins og það er ekkert mál. Þú þurftir bara að gera bara einmitt, drepa eitthvað barn og eitthvað, er ég ekki ógeðslegur? Nákvæmlega. En það sem The Thing hefur líka, það sem er ekki auðvelt að gera og það er að gera góða spennumynd. The Thing er spennandi. Mjög spennandi. Hún er mjög spennandi og mér finnst það að halda sér. Fullkomlega köstuð líka bara og þetta setting líka, sko, þetta er bara, hún er bara óþægileg út í gegn, skilur. Einangruninn og bara þú finnur og ég elska þetta þegar þetta gengur upp, skilur. Þú veist, hversu oft hefur hort á myndir sem bara, vá, þetta er ekki snjór, skilur. Þetta er bara eitthvað, hvað er efni sem þið nota oftast? Ég man það ekki. Ég man ekki hvað það er, en það er eitthvað drasl. Það er svo fyndið eitthvað svo oft maður er að horta á ameríska bíómyndir og maður bara svona, hafaði aldrei séð snjó áður, skilur, hann bráðnar ekki einu sinni, skilur, þetta reynstaður og þetta og bara svona, mér er kalt að horfa á The Thing og eins og, já, nákvæmlega eins og segir, einhver segir gerðu ógeðslega mynd, skiljett, en ef einhver segir gerðu ógeðslega mynd, það sem ógeð hefur tilgang og hún er spennandi líka. Og spennandi. Það er erfitt. Þá skulum við tala saman. Já. Það er alveg mjög erfitt. Ég er samanlega með Kasti, þetta er brilljant leikarar, geðveitt kemistri milli allra,
mér langar bara að horfa á hana núna. Og þetta var algjörlega svona once in a blue moon típa af myndum. Framleiðslan var algjörlega hektísk, skilju. Það var bara, hún var svolítið endurröð eftir á og það þurfti að reshoota, skilju mig meira með Kurt Russell. Vissu það þessu? Já, ég var eitthvað bara að heyra því. Það hefur verið mega vesen. Þannig að hún var ekkert auðveldi í vinslu, skilju. Alveg svo original Star Wars var ekkert, það var ekki dans á rósum að tálka þessa mynd. En stundum þarftu smá madness til þess að gera klassík og The Thing er klassík. Ég held líka, gæðin sem gerir brellunar, Rob Bottin, ég held hann hafi bara verið á þessu tíma 23 ára eða eitthvað. Það var eitthvað fáránlegt. Og það var eitthvað með brellunar, það var ekkert, minni mig, eitthvað dans á rósum að láta það ganga. Þú getur ímyndaðar allt rugglið sem er fyllt í að gera þessa mynd. Við bara horfum hann í dag, bara, wow, geggjum mynd. Eins og segja, með svona behind the scenes og eitthvað reshoots og dót og henn var ekki vel tekið á sín tíma. En mér, svo sem kynnti mig fyrir The Thing, var pabbi minn. Pabbi fílar ekki horror. Ég kynnist horror sjálfur því ég verið aðeins eldri. En hann dýrkar þessa mynd af því hann er rosalega sci-fi gæi. Og þó þetta sé alltaf horror, sci-fi, horror, thriller eitthvað. Og hann sýnir mér því ég var ekki 6 ára eða eitthvað, ég var alveg orðinn það gamall, en ég bara gafti. Mér fannst hún geðveik. Hvað gamall segirðu? Nei, ég sagði, ég var ekki 7 ára en svo leiðis. Já. Ég held með minnir ég hafi verið 12 ára. Ok. Þegar ég sá hana. Og mér fannst hún bara geðveik. Ég finnst þessi myndi frá 82. Fikk flashback af mínum eigin föður sem myndi vera bara eitthvað svona, hei, nú ætlum við að horfa á Terminator 1 og því var 7 ára. Já, þú byrjar aðeins undan mér að horfa á eitthvað svona bannaðar myndir. Ég fekk uppeldismyndirnar, það verðist vera. Pabbi geymdi svona, eða það var mjög óbundsundar, þá geymdi það aðeins. En já, ég á mjög sterkar minningar og sterkar tengu við The Thing og ég horfa alltaf á hana reglulega, við veist nú eldast rosalega vel. Ógeðslega vel. Frutan er þess að gömlu 12 þarna, en ekki skáka eitthvað. Það skiptir enga máli, það er mark síns tíma. Algjörlega. Ég get algjörlega ignora það stöf, skilur, bara svona, ég meina, myndin er bara time capsule og á þessum tíma, það voru bara allir einhverjum DOS-12, skilur. En það sem skiptir máli er að mútið í myndinu virkar. Algjörlega, karakterinn. Spennan virkar, já, tensionið virkar. Já. Þannig að það er ekki að byggja meira. Það er ekki að byggja meira. Nú verð ég að heyra eitthvað Óli Berki og þú hafið mann að segja. Nú er ég búin að tala svo mikið hana. Ég hægt að heyra eitthvað Óli dýrkar hana. En ég er ekki alveg viss að við erum búin að tala aðeins saman einmitt á Instagram. Hvað erum við að fara að gera? Já. Við ætlum að velja bara top 10. Þetta verður okkar uppáhalds. Já. Og ég er spenntur að sjá hvað hann velur. En ég held að við sem báðir fórum velja í fyrsta seti The Thing. Ok. Þannig að þetta verður spennandi. Ég er mjög spenntur að taka upp þann þátt. Ok. Er komið að mér? Það er komið þér. Heldur ég að sé þessa mynd? Nei, þessa mynd heldur þú ekki búin að sjá. Það er komið að henni. Predestination Live, sem ég hafði reyndar ekki séð. Nei, Predestination, þú er búin að sjá hana? Nei, ég er að segja, skilur, mér finnst ótrúlega að þú hafir ekki hugsað hann og það er ekkert, skilur, eitthvað sem er mjög easy, skilur, eða aðgengileg mynd. Nei, þessi sem ég er að fara að koma núna. Ok. Amerísk, Ellen. Já. Ok. Amerísk. Þetta á Blind Buy hjá mér, sín tíma. iTunes. Nei, þetta var D.O.D. Þessi 2007 Blind Buy, Sci-Fi, ok. Minnst 2006. Ég ætla ekki að segja hvað hann heitir. Það er allan ekki 2000 menn. Nei. Þessi mynd margir myndu kalla hana B-mynd. Og þetta er segi, bara Blind Buy hjá mér, pantan á Amazon, DFT og ég hugsaði mér aldrei að gefa þessari séns og mér fannst hún það skemmtileg hún kemist ekki á top 10 hjá mér uppból sci-fi myndir allir tíma en ég sýndi nokkrum hana ég gerði það oft ég var yngri ég keypti eitthvað cool mynd bara bauði vinnum mínum í heimsókn og var að sýna mér þær myndir það fílaði hann allir kom hún út 2006 og ég ætla að segja eitthvað leikstýrin er hún ógeðsleg? Ekkert svona eitthvað martyrstótt. Þetta er ekki sliður til mis sem er tæknilega sér sci-fi? Nei, ok. Það stendur nú sko einnig það stendur horror, sci-fi, thriller. Og leikstjórinn. Hann slaprið. Nei, djók, allir hafa séð hana. Nei. Ég hef aldrei nefnt þessan myndanafn hérna í þessu podcasti. Ok, þá er ég örugglega ekki séð hana. Ég heldur þetta ekki með að sjá hana.
Svo sem leikstýrinni, ég maður rétt, ég ætla bara að IMDb svo ég sé ekki segja hvað kjæft það. Þetta annað þeirra sem gerir Blair Witch. Hann heitir... Eduardo, Já, vel gert. Eduardo Sanchez. Og það var fórulega ekki mikið fyrir þessari mynd. Nei, hún kom ekki til bíó, minnum mig. Þetta var ekki þannig mynd. Nei, þetta ekki Stay Alive. Nei, þetta svona low budget mynd. Og ég ætla að segja hvað hún er. Það þarf ekkert að vera það að segja neitt, sko. Nei. Fjallar vini, mann einhvern veginn 3 eða 4 eða eitthvað svona hópar af vinum. Þeir lendi því, mér minnir það allir sem lendi því, fyrir 15 árum síðan, þá voru þeir teknar gemurum. Og mér minnir mér sem við fáum ekki sjá það. Myndin byrjar, það svolítið síðan sá hana. Myndin byrjar á, bara gerst nóttu til, bara að hlaupa okkur akri eða eitthvað, skógi eða eitthvað. Basically, þeir ætla að reyna að ná geimveru, hefna sín. Og þeir ná einnig geimveru. Myndin gerist eiginlega öll bara í einu húsi. Og er þið bara að býta geimveruna? Þetta er svona Reservoir Dogs með einhverju science twisti. Okay. Þannig er hún! Þetta hljómar hræðilega. Mér fannst það skemmtilega. Ég ætla að setja svona stóran disclaimer. Ég hef ekki séð þessa mynd í 2000... shit. Sástu nafni? Nei. Ég hef ekki séð þessa mynd í örugglega fucking 16 ára eða eitthvað. En mér fannst þetta fín svona mynd. Ok, ég er mjög intrigued. Ég ætla bara að fólda, sko, endilega segja mér. Hún heitir Altered. Ég ekki sé hana. Kannstu eitthvað cover eða eitthvað? Já, reyndar. Ég kannast þetta cover? Já, ég ætla að vanna vídeolögu, þannig að þetta er svolítið brent í mann. En nei, Ég hugsaði mér, líklega Thomas ekki nú sjá hana. Nei, ég hef ekki sé hana. Ég er ógeðslega intrigued núna. Og þannig þessi annar leikstjóri dúo sem gerir Original Blair Witch Project. Já, voru þetta ekki 2 sem gerir Blair Witch? Jú. Þetta annað þeirra. Þessi mynd er 88 mínútur. Já. Ekki búast einhverju miklu. Nei. Sem eitthvað svona afþreng. Bara eins og þau horfa á Blair Witch Project. Mér finnst hún skemmtilega en Blair Witch. Ég var aldrei hrifinn af Blair Witch. Nei, sama hérna, sko. Þess vegna ég segja, það er bara svona... Ég segi þetta alltaf við fólk sem horfa á Blair Witch Project og spyr hvernig er hún? Ég bara svona, ekki búast á miklu. Þetta er svona, ég hættu býða þér mynd, skilur þú? Svona, væralega geggjað. Markasetningi var geggjað. Það er nefnilega akkurat málið. Já. Þannig að, ok, Altered og... Altered. Þannig að bara keisla... Já, þetta er svona þannig. Hvað er sci-fið? Fyrir þannig, þú veist, það er bara geimveran, sem að... Er það ekki nóg? Jú, það er nóg. Ég var líka að hugsa þegar ég valdi þessu mynd. Ég hugsaði með, get ég flokkan sem sci-fi? Já, geimvera. Já, that'll do it. Líka, ég gerði eitt líka þegar ég setti listum við saman. Bara på djókið. Við vitum líka báðir að sci-fi er rosa vítt svona. Akkurat. En ég hugsaði mig, ég ætla að sjá hvort það IMDb flokkar allar sem myndir sem sci-fi. Já, ég gerði það sama. Skilurðu? Já. Ég gerði það og Altered fær sci-fi stimpilinn. Ég gerði það við eitt tilfelli sem að eftir að koma, bara til að vera viss. Ég gerði það við alla, byrjum sem eftir að koma. Ok, ég gerði það við alla myndina. Sérstaklega Adjustment Bureau. Come on, já. Og Altered. Altered, fín svona monster movie. Þetta er bara þannig mynd. Ok. Og geimveran er gæjibúning og eitthvað svona, þetta er svona... Góð hönnun? Já, mann það nú er þetta ekki. En ég man eftir einu atriði... Já, ég vil ekki tjekka á því. Ok. Ef þú ert stuðið fyrir eitthvað svona... Þetta verður triple feature alveg, sko, partykvöld með, ég kom með live á listan. Live og Altered. Altered. Ok. Nei, það var einu önnur sem var hérna... Nei, þú erst búin að sjá allt í. Já, Splice. Já, Splice aftur. Já, þú erst reynda búin að sjá hana. Splice-inu með. Splice-inu með. Ok. Altered. Það var ég fín svona monster movie. Sem meira það er alltaf gaman. Ok. Heyrðu, hérna... Annars setjum þér. Ó já. Hérna, Surrogates með Bruce Willis. Nei, ég er tjók. Hérna... Og ég var næstum að frussu mækinn. Sér, það var fokklíðileg myndmaður. Jú. Ég valdi safe. En... Þetta er bara, af hverju ekki? Já. Basic af ástæðu. Ég er búin að implæna held ég 2 svar í sem þætti so far. Í allur lengjunni. Þess að í okkar sci-fi. Já. Erstu búin að gefa í
Ég hef droppað hintum af henni smá í tengslu við svona fagmanni sem gerðana, tengslu við já, ég ætla bara að segja þetta 2001. Þetta er 2001. Ok. Ég get ekki búið til topp sci-fi lista uppáhalds eða öðruvísi án þess að acknowledge það 2001 er bara fucking kraftverk sko. Ok, ég er ánar á Valdurna af því að þetta er eina af þessum myndum sem ég átti alltaf eftir að sjá. En ég er búinn að sjá hann í dag. Ok. Ég horfði á hana að bara teita að sjá. Ok. Ég horfði á Blade Runner 2029, svo horfði á 2001. Ég hugsaði mér, ég er að taka sci-fi þátt með Tomma, ég fucking verði að búið að sjá þessu fucking mynd. Þannig ég var að sjá hann í fyrsta skipti, bara fyrir 20 síðan, mynd frá fucking 1968. Á hverju valdið þú 2001? Út af því að þetta er eiginlega bara The Ultimate Sci-Fi Movie. ég sko, það hljómar einhvern veginn svo ég veit ekki, svo half-assed að segja það, skilji, bara svona út í að, þú veist, þetta er svona eins og segja einhvern veginn bara, Shawshank eða Godfather, skilji, öllu öðru samingi, skilji, eitthvað þannig, út af Finnst þetta boring svar? þú veist, það er boring-svar en samt enga veginn, vegna þess að það er allt í þessari mynd, skilur, bara sem, já, ímyndar sem ég sagði Ex Machina, bara þú veist, já, sunnum 300, þetta er bara, eða langar í space, atmó, pælingar, mannlegt eðli, gervigreind, þú veist, skóp, fegurð, bara martröð sem fylgir, skilur, hinnu svona óþekkta í geimnum og ég elska líka bara hvernig þessi mynd, fyrst að hún eldist stórkostlega, mænur undantekningar í menninni í ababúningunum, en mér er fokk sama, skilur, þetta er bara sequence sem virkar. Elskar líka hvernig þessi mynd segir bara eitthvað, þú veist, þriggja eitthvað strúktúr, fuck you, skilur, ég geri mínar eigin reglur. Og þetta er náttúrulega, þú veist, Kubrick legasta, bara í tengslu við, bara hvernig hann nýtir rammana. Tónlistanótkun er náttúrulega bara löngu orðin söguleg, búum að gera grína þessu marga oft og hafa það í huga náttúrulega þegar þetta kom fyrst út í svona tíma, það var ekkert algengt að tengja klassíska tónlist við skóp við geiminn. Þetta var bara alveg beyond, bókstaflega, skilur, og ég tók svona svipað með Blade Runner þegar ég var krakki. Það var alltaf bara tímabil þar sem þetta var bara einn leiðilegasta mynd sem ég hafði minni séð. Já, 2001, já. En þá var ég alltaf ungur, skilur, ég bara svona, það er ekki sögurþræði í þessari mynd, hvað er þetta? En, þú veist, en þessi myndi fær það svolítið, sko, þetta er, hún rammar upp bara svo miklu. Og mér finnst hún grípandi, hef í rauninni ekkert út á hún að setja. Og það er ekkert bara eitthvað svona safe, boring svarið. Þetta er bara, þessi mynd bara grípur mig. Hefur hort ofta á hana? Já. Og ég hef ennþann dag samt ekki séð henni í bíó. Og ég væri til í það. Og sýnd, ég var aðeins ungur til að fara. En ég man að það var einhvern tímann Kubrick veisla, einhvern tímann skiljaði í Sambjón og Snorrabrið þegar það var. Já. Og sýndu þeir einmitt Clockwork Orange og sýndu Space Odyssey og Barry Lyndon með þess að líka. Og ég var alltaf svona gæla við að fara, en þú veist, ég var ekki þá að koma með appreciation levelið sem er bara líka þetta, bara svona það, já, minn áhuga að lesa í ramma og minn áhuga bara í að dásta framleiðslu, dásta legacy myndar, dásta hugmyndafræði myndar. Og þessar brellur eru engu líkar. Ofan á það, skilur, Douglas Trumbull, þetta var alltaf hann alveg gjössanlega milestone yfir sig með hvernig að presentera þetta. Og já, það er bara ein Space Odyssey. Mér finnst það boring titill, skal við ekki það. 2001 Space Odyssey. Mér finnst það samt einhvern veginn... Hann er samt uník, já. Einhvern veginn. Ég veit ekki hvað þetta er samt svona... Þetta er... Mér finnst það ekki, en svo kannski að því að maður veit þetta er klassísk mynd eða eitthvað, en mér finnst það svona titillinn, mér finnst það alveg sterkur. En hvernig heldur ég að fíla það? Myndin hefði alltaf skilur ekki að heiti Monolith og ég væri bara eitthvað, þetta make a sense og mér er sama. Hún geti heiti Life og það myndi make a sense. Hefði þetta verið að fyrir til taks með það. Ég ætla að giska að þú hefur ekkert verið sérlega heitlaður yfir því. Mér finnst það mjög áhört að horfa hana. Hún tekur samt alveg á, sko. Hún er komið nokkuð oft til tals í þessu podcasti. Ég tekið því. Já, og ég hugsaði mig, ég var að dröllast að sjá þessa mynd. Og mér þótt hún mjög áhugaverð. Ef ég þarf eitt orð þess að lýsa henni, þá myndi ég vel orðið áhugaverð. Og jú, hún er auðvitað... Þessi rúlandi persónusköpun, maður. Hún er... Ég veit ekki hvort ég horfi aftur á hana. En ég virði hana og mér finnst ótrúlegt að þessi mynd frá 1968. Já. Bara lúkið, ég leiði hann á iTunes, eins og iTunes sé að sponsa þáttum, og ótrúlegt
hvað hún á köflum virkar hún svona að tekja gær. Algjörlega. Bara, ég held ég að horfst á einhverjum 4K eða eitthvað. Mér sko, já, remasterið nuts. Þetta er bara, já, rosalegt. Apagæðinir, ég átti von á verri. Mér fannst þetta alveg sleppa. Já, ég myndi segja, sko, ef ég myndi velja millimeter til að setja út á, sem basically bara eitthvað, ég skil þig. Bara svona, hei, ég sé saumana, þú veist, ekki bókstaflega, en skilur. Nei, ég skil hvað þetta við. En hreyfingarnar og eitthvað svona, mér fannst þetta alveg, ég seldi mér þetta alveg, sko. Ég líka bara, já, þarna kemur parturinn af heilalmanum sem hugsaður bara hugmyndafræðilega, skilur, að fara úr þessu, skilur, eins primitív umhverfi, skilur, það sem að bara, skepnan er bara í sínu skepnulegsta eðli, skilju, og það er fundið upp á fyrsta vopninu, skilju, og svo er mitt þetta legendary edit, það sem, skilju, kasta beininu upp og svo eru komin alla þessi leið eftir það. Og þetta er svona svipað við tölum eins og með að gera að góða mynd sem er, skilju, safe innan gæðslappa, en nætt til allra, skilju, það er ekkit auðvelt að gera svona avatarmynd eða gera svona 4-quadrant mynd, alveg svo það er ekkit auðvelt að gera svona fractured mynd með bara hvernig hún er strúktúr, skilju, bara byrja hana bara á einhverju, skilju, dæmi, og þetta er ekki það leiðin eitt söguþráð. Þetta er bara svona segmentar og nánast vinnjettur, skilju, og þú fer bara eldir einhvern karakter og leiðist, og hún piprar hvern kapla með þessum monolith aspekti, sem, skilju, þetta er gullnáma fyrir það sem elskar að lesa í kvikmyndir og túlka og bara svona... Ég googlaði þessa mynd, þú getur orðað henni. Ég get ekki ímyndað mig hvernig hefur verið, skilju, á svona langt fyrir tíma interessis að bara svona meðal bíóáhorfendur hafa labbað út af þessum mynd, bara what the fuck, hvað voru að horfa á, þú getur ekki flett í dagblöðu með venjulegt samtal við hvern sem er, bara svona, já, sko, hérna Starchildið, þetta er greinilega representation, eitthvað svona. Nei, ég bara, einmitt, á þeim tíma, þegar hún kemur út, hún það gömul sem mynd. Já. Og eins og segi, fyrir internet og kannski ekki fara einhverja spjallgrúppu og eitthvað. Var henni vel tekið? Space Odyssey, ending explained. Nei, eins og margar, ef ekki flestar Kubrick-myndir, hún var viðbjóðslega polarizing. Og ég vil endilega nýta tækifæri og mæla með heimildamyndinni Stanley Kubrick, A Life in the Pictures. Ég ekki sé hana. Hún er frábær. Hann þá eða? Hann, allt tilhærandi, ferilinn, persónulega lífið. Tom Cruise er narrator á myndinni. Og það er tekið viðtöl, sko, á þeim tíma, nýlega viðtöl, skilju við alveg Jack Nicholson, mjög mjög sér Shelley Duvall hafi verið fólk sem vann með honum, framleiðendur, Sidney Pollack, heitinn og fleira og í þessu heimildamynd það er bara fókusætt í tímalínu og þegar það komið að Space Odyssey, þá minnum mér að, Woody Allen eða einhver hafi verið mitt bara eitthvað, og segja, hann er mitt svona embátið þetta bara, mér langaði bara fara strax þessi mitt og drefleðileg, en hún sat í mér, fór hann aftur og þetta er nánast svona gateway, svona túlkunar kvikmynda blætismyndir fyrir marga, skilju. Þess að ég upplifði þetta bara sjálfur, skilju. Svona ég er bara einmitt bara, what the fuck? Ég las mikið Empire, skilju, eins og þú. What the fuck, hvaðan kemur öll þessi ást fyrir þessari mynd af öllum? En svo bara einmitt, já, það snýst svolítið svona að opna sig fyrir henni, túlka og settin í þessari mynd eitthvað allt annað. Skilju, bara þetta hamsturshjól hana sem við sýndan á hliðin, þetta er bara guð minn góður. Ef þetta væri gert í dag, eins og segir, þetta gæti verið skotið í fyrradag og við værum bara holy hell, þetta er lausnamiðu kvikmyndagerð. Þannig að mér finnst þessi mynd bara legendary, mér finnst hún merkileg, mér finnst hún áhugaverð, þú hittir alveg hárrétt á orðið þar. Hún er súr, hún er engu lík, eftirminnileg og trekk í trekk, bara visually alltaf einhvern veginn að gefa þér eitthvað. Og sennilega eitt besti skúrkur allra tíma, sem er náttúrulega bara þessi blessaða gervigreind og hefur náttúrulega verið spúfuð í tætlur og það er hal. Já. Mér fannst líka þess að fyndi að því að STEM í Upgrade. Mér finnst það subrödd. Það getur ekki verið tilviljun. Nei, þetta er pottið, ég var bara þegar ég heyrði hal tala, ég bara, vá, þetta hljómar alveg svo STEM. Mér finnst það svo, ég ger mig grein fyrir þetta er ekki sami leikari, en þetta er örugglega eitthvað pæling. Það væri samt alveg legit bara valid, skilju, áhrif til að sækja, skilju, hal þetta er haunting shit, skilju, og þessi myndi gera löngu fyrir þróun, það sem að við erum meira svo komið, skilju, Siri og Alexu að tala við okkur. Já. Þannig, skilju, það hlýtur að vera hægt að setja halrödd á eitthvað svona þannig græjur. Það væri mjög fucked up. Það væri mjög fucked up. En maður verður líka, ég 1968, maður verður að
að ég að sjá hann í fyrsta skipti 2021. Já. Ég hef enga nostalgíu tengingu við hann eða neitt svoleiðis. Nei. Maður verður líka að reyna að setja sig svolítið í spor fólk sem sá hana í bíó, 68. En hún var mjög polarizing. Það var bara að fólk hataði og labbaði út. Ég skil það samt alveg. Já, 100%. Ég skil það alveg. Já. En hver var að gera svona myndir 68? Engin. Af því að þú myndir gera svona gamemynd í dag, það er ekkert, hvað ég segja, það er ekkert nýtt þannig. Sko, sci-fi var mikið á þessum tíma og stærsta var sennilega þá hvað Planet of the Apes á þessu ári. Skilur við, svona, það var svona mainstream. Ég ætla að giska svolítið það. Já, er þetta ekki sama ár, 68? Jú. Já. En hún er miklu aðgengilegri. Já, en þú veist, þetta er líka bara beint definition af undansinni samtíð. Já. Fólk var ekki tilbúið fyrir þessa mynd. Þetta er alveg arti sci-fi mynd. En líka með það, sko, það er líka þægilegur, sem Svifa nefndi með það að geta kynnt öðrum fyrir myndir sem að, þú veist, við tókum þessu sjálfsagðan hlut að þessi hlýtur að þekkja. Þessi hefur örugglega, allir hafa séð, skilur, þetta Fly eða Thing, en það er ekki raunin. Og með það að baki að þú verður þetta kvikmyndaáhugamaður og hafandi ekki séð hana fyrir þessu ári, það gerir greið fyrir líka að það er svo mikil þyngd á bakvið, bara svona, ok, ég veit að þetta er vel regarded mynd, skilur. Og fyrir því að geta sagt, það er svona skotin bara í fyrra og því finnst hún áhugaverð, spáði powerinn á bakvið hana, meira sem þið finnst hún drepleiðileg, skilur. Það er eitthvað sem þú sérð. Það er ástæði okkur þetta lifir. Mér nefnilega, að ég veit ekki alveg hvort ég eftir að horfa hana aftur, en þó hún sé hæg og allt öðru sem kannski hefðbundi bíómynd, mér leiddi samt ekki. Nei, það er gott. Ég gat hort á hana, jú, þetta var svolítið psychedelic hann í loki þegar hann eitthvað eitthvað. Getur ímyndað hvernig það er verið á sín tíma á heipa árunum. En svo við las ég að ég fór aðeins að kynnt með þetta, af því að það voru margir sem fóru mitt á þessu tímabili út og dópaðir og sá hana. Og býðu basically alla myndina bara þess að komast að þessu Stargate sequence, sko. Það er mjög áhugavert. En mér finnst ekki bara áhugavert að hann gerir þessa mynd. Hvaða mynd gerir hann undan henni? Var það ekki bara... það var... Steinslof, jú. Sem er allt öðru í þessu mynd. Og svo Clockwork Orange beint eftir þetta. Pældi í rangeinu, maður. Svört fucking pólitísk gamanmynd sem enda á katastrófi heimsenda yfir í bara, þú veist, existentialisma bara... Psychedelic. Yfir í síðan bara svona eina létta fyrir stúdíóið, Clockwork Orange. Já, létta. Þú gerði hana einfalda næst. Hann var rosa. Þetta veldur ekki dusla. En já, þessi mynd er bara, mér fannst hún eiga skilið að vera í sínum status. Og það tók mér langa tíma svona að komast þangað. En damn, þetta er bara svona, það er næs að þessi mynd sé til. Og hvað þá hún að vera til á þessum tíma? Já, það er ótrúlegt. Það er ótrúlegt. Og svo sér maður líka, sér það bara þú horfður á myndina. Bara eitthvað, já, ok, ég skil alveg að margir verið fyrir áhrif, eða skilurðu. Það hafði áhrif á bara science fiction, bara geiran, skilurðu. Þannig að mér fannst það áhuga mynd. Ég er rosa glaður í þessi búin loksins að sjá hana. Að ég á bottur á fleiri gesti sem þetta að tala um. Já. Þannig að það er gaman í þessi búin að sjá hana. Réttilega svo, þessi myndi er ekkert að fara neitt úr kvikmyndasögunni. Nei. Þannig að þetta er bara... Alls ekki. Þetta er málið. Það verður ennþá að tala um hann eftir 100 ár. Ok. Er ég það með... Númer 2. Þetta er mynd sem ég algjörlega aðdýrka. Ekki langt síðan sá hann aftur. Sá hann mörgur sem það var að koma út. Ég með þess að búin að... Nei, ekki ég. Þú nefndir hann nafn á hann. Áðan? Upgrade? Nei. Við erum baktraka. Það nefndi allan anskotaða. Ok, ártalið þá. 2006. Children of Men. Nei. Í alvörunni? Er þetta ekki við Children of Men á það? Nei. Nei, ekki heldur. En mér stum geðu ekki samt, ekki miskum. 2007. 2007? Samkvæmt IMDb. Það var ekki Sunshine. 2007 sci-fi. Alveg gott ár, maður. 2007 gott ár. Já, time travel mynd. Bara smá shout-out á það. Time travel mynd 2007. Mjög Þú veist ekki myndið það. Fóttið. Hvað mynd? Nei, getur við dansað í kringum hana? Á IMDb fara hún mystery, sci-fi, thriller. Time travel mynd frá 2007. Hún kom ekki í bíó í Íslandi. Þetta er svo skemmtilega einföld mynd.
samt svo sniðug, fái leikarar, vil séu 3 leikarar eða eitthvað. Time Travel mynd 2007. Ég held að það var sagt á það. Primer? Nei. Time Crimes? Já. Já. Ég dýrkast vel. Hún er flott. Þú ert ekki hrifin? Ég ætla bara að sjá hann aftur. Já, svolítið síðan sást hana. Það er svolítið síðan ég sá hana. Ég ætla ekki að reyna að klára út úr því. Ég sá hana... Bara 2007 eða eitthvað? Örugglega eitthvað, þú veist, ef ekki þá 2 ári setna, sko. Ég hef bara, já, en endilega, þú veist, til að bumpa henni ofar frá því að, þú veist, að nýta næsta dýrmættatíminn í Life með Jake Gyllenhaal og Rebecca Ferguson, endilega seldi mér okkur rétt að horfa á Time Crimes aftur. Ég er svo til í það. Mér finnst Time Crimes reyndar tölvöld betur en Life. Ég náði því. Það sem er svo cool við þessa mynd, hún er eitthvað svo einföld. Og ég segi, það eru bara fáir leikarar, það getur næstu verið leikrit. Og ég vil ekki spoila ég vil ekki spoila fyrir fólki ef það er ekki séð þessa mynd. Ég get lélur að selja það. Nei, strúktúrinn er svolítið aðhlutur ekki. Já, og líka það, fyrir þá sem hafa ekki séð þessa mynd, ekki horfa á trailer. Ó, guð, nei. Nei. Ég samla því. Já, því ég horfði á trailerin fyrir stuttu, sérst að ég horfði aftur á myndina. Já. Og ég var bara, vá, trailerin er bara að skemma myndina. Já, líka, sko, þetta er bara algild regla fyrir allar svona bottle-myndir, skilur, ef það er eitt location, eitt situation, það er mjög erfitt að gera eitthvað sem er ekki bara að vera í víling. Já, og þeir alveg eyðileggja næstu myndina. En það er svo gaman að fylgjast við þessum aðal gæja. Ég man ekki hvað hann heitir, þetta er spænsmynd. Og hún er fyndins mynd, köflum. Og mér finnst það spennandi, hún er áhugaverð. Það er svo erfitt að þetta er tímaflagsmynd og ég vil ekki eyðileggja fyrir það sem hafi ekki séð hana. Sko, hún og Primer eru venjulega settir í svona ákveðin sérflokk hvað varðar tæklun á tímaflakki og það er svolítið gaman að því. En mér finnst bara Time Crimes, mér fannst, ég skildi ekki Primer. Enginn skildi Primer. Nei, er það gott, eða? Ég var ennþá að vaða í Primer, sko. Þetta er svona, ég og Primer... En þú séð hann ekki? Primer, jú, sko, ég og hún eigum eftir að eiga samtal, sko. En þú veist, ég er bara ekki lagt í en Time Crimes er miklu opnari fyrir aftur. Já, og hún líka, mér finnst hún meika meira sens. Já, hún. En alltaf tímaflagsmyndir meika aldrei sens, skilur það er svo mikið að þversögnum í konseptinu sjálfu. Samkvæmt okkar skilningi. En mér varst Time Crimes ná að leika svo mikið með þetta, að við erum svo vanir að sjá í tímaflagsmyndum, oftast, að það er eitthvað að fara 50 ára aftur í tíman, eða 20 ára í framtíðina, 50 ára í framtíðina. Ekki Time Crimes. Time Crimes, þá erum við að tala um bara að hann fer bara í klukkutíma. Skilur þið? Þetta er svo stutt tími. Þú manst alveg aðeins eftir henni, ekki? En samt nægur tími. Já, en við getum orðað þannig að ef þú fiktar í tímaflagstóti, þetta getur enda illa. Þetta hefur ákveðna afleiðingar sem ég gerir ekki grein fyrir. Ég get ekki mælt nógu mikið með henni, en ég veit ekki hvað ég maður segja því ég vil ekki spoila henni. Hún er svo uník í þessu mynd. Uník og gerir mikið við mjög lítið. Það er bara mjög gott sel, myndi ég segja. Já. Og spennandi. Mjög. Fyndin og köflum. Mæli með henni, Time Crimes, þetta er eina mínum uppáhalds tímaflagsmyndum. Þá er ég ekki að tala um Terminator 2, ég líti ekki á það sem beint tímaflagsmynd. Nei, alls ekki. Time Crimes sem bara svona pjúra tímaflagstót, þess að konsepti skiptir svo miklu mál fyrir myndina. Hún gæti mér þess að vera númer 1 hjá mér. Mæli með henni. Tómi, tjekka aftur á henni. Ég mun tjekka 100% aftur á henni. Það er bara... Time Crimes. Það var líka Blind Buy sín tíma með mér. Pantan Amazon. Sá ekki eftir því. Er ég þá að taka nummer 1? Herðu, númer 1. Já, nú erum við komin að bíómynd, sko. Er ég búin að sjá hana? Þú ert búin að sjá hana. Og hún kom ekki í bíó í Íslandi. Frá hvað ári? 2006. Þetta er ekki það sem að margir myndi hugsa strax til þegar þeir hugsa sci-fi. En hún er absolutely legit sci-fi. Býtu, já, er þetta mynd sem þú tala um að væri eitthvað svona... Já. Á IMDb, stendur það sci-fi? Það stendur sci-fi. Stendur romance sci-fi. Romance sci-fi? Já. 2006?
Þetta ekki eitthvað about time. Nei. Var það ekki Róman Sci-Fi? Já, en þú veist, 6 árum áður. Já, ok, hún mikið setna. En mér ógeðslega antum þessa mynd. Það fylgir henni smá saga. Ok, en ekki segja með titil. Nei, en þú veist, ég mjög forðan að vita hvort þú náður þessu. Ok, en getur þú sagt með söguna á þess að, skilur þú? Það er líka fyrir mér, gíski. Ok, ég fara svona pínu kryptikleið. Nei. Ok, þá skulum við bara afgræða titilinu fyrst. Getur þú gefa mér eitthvað, þú segir 2006, Róman Sci-Fi. Stóri leikarar, þekktur leikstjóri, mynd sem var slömmuð á sínum tíma af gagnrýnendum, enginn sá hana, kasta peningum í hana, hún græti ekki mikið. Þú segir kasta peningum í hana, var hún dýr, sem þetta? Hún var upphæðlega ættist að hafa ákveðið fyrst miklu stærri budget, með þetta stærri leikurum. Og svo þurfti leikstjórinn og hann setur að skeila hana niður. Já. Veist hvað myndið er? Já. Þetta er dýrmæt mynd. Þetta er... Hún er ekki allra. Þú ert að tala um The Fountain. Ég er að tala um The Fountain. Ég elsku sérst með nummer 1. Þessi mynd bara, ég hef nefnt að, ég hef svona aðeins gefað í skinn í þessum þætti að, þú veist... En þetta er sci-fi? Þetta er sci-fi. Þú veist, það er að díla við, skilur, vísindaransóknir á immortality, skilur, og skilur, það er space travel. Game-atriði. Og þetta er náttúrulega Darren Aronofsky og oft ekki beint, þetta er eiginlega óvinsælasta myndin hans á mörgum, skilju. Hún náttúrulega hefur sinn költ. Góð punktur samt, það er rétt sér. Eða Mother kannski. Nei, Mother er allavega, skilju, mér finnst hún er svo visceral, skilju, en Fountain er eiginlega bara sitt eigið svona bara ljóðræna verk, skilju, út af því hún er svo ógeðslega spiritualísk. Já. Og ekki það að það sé einhver stærsti sellerinn fyrir hana, en það sem að ég elska við Fountain er einfallega, og svona aftur á þessu lýsingu, það er engin önnur mynd eins og hún, en þarna harmonerar bara allt saman sem gerir myndina. Það er ekki rammi í þessari mynd sem er ekki úthugsaður. Og þetta er mynd sem sko talað um túlkanir, bæði sci-fi tengdar og bara mannlegar og bara þetta skilur að festa sig í einhverju og missa rauninni af alvöru lífinu, skilur sem, þú veist, Hugh Jackman að reyna að finna svolítið svona, hvað segir maður, bara the cure for death, svona, til að hann sætti sig ekki við að konan sé þetta er. Konan sem hún er alvarlega veik af krabbameini og hún á ekki mikið eftir, það er Rachel Weisz og myndin er brotin upp í rauninni 3 einingar, sagður allar í einu, þar sem að þú veist, þú ert með fyrir hlutan sem gerir, skilur, hvað það er hérna á Spanish Inquisition tímbilinu. Voru þetta ekki alltaf 500 ára milli? 5 eða 1500, man ekki. Gerist ekki fyrst 1500, svo 2000, svo 2500? Jú. Það ekki? Það er aldrei tilgreint, en þú veist, það er svona kenningin. Já. Það er svo best mér veit. Ok. Allavega, þessi mynd basically er þannig að þú getur hort á hana sem eina sögu. Hann ekki með túlkunaraspektin. Þú getur hort á hana sem 2 sögur. 3 sögur sagðar á sama tíma. Það er overlappa þannig að þú ert með eina kjarnasögu og svo ertu kannski með flashback, svo ertu kannski með eitthvað svona speculation. Ég get orðaperrast og svona artistically perrast mjög sem mynd allan daginn. Stutt útgáfan er svo að mér er ógeðslega annt leikin í þessari mynd, mood í þessari mynd, soundtrack í þessari mynd, hugmyndirnar, tilfinningarnar, hvað hún er raw og out there og unique í öllum bæði þess að designinu, skilur, ég meina Aronofsky er literally með space travel en hann sagði ég vil ekki neitt tech, hann er bara með space búblu, skilur, það sem þú ert með Hugh Jackman að í rauninu kvísla til, skilur, einhvers trés sem kannski eða kannski ekki innöðu sál döðu eiginkonu sinnar, kannski tengist svo saga 2000 sögunni, kannski ekki, kannski er alla tengdar, kannski er þetta stakarsögur. Þú getur að túlka hvað sem þú vilt úr myndinni. Þetta er svolítið þannig að myndin sýnir svarið en þú þarft í rauninni að sýna útreikninga. Make það sens. Já. Það sem að, og ég hef sjaldan séð Hugh Jackman betri sem leikar og hann hefur átt marga góða daga. Hvort sem það fyrir gegnum Prisoners eða Logan eða hvað sem hann tekur á sviði og sýnir hvað hann getur multitaska eins og engin annar. En Fountain, þarna er eins og Aronofsky þekktu fyrir hann lætur leikari sína alveg virkilega góða mæl. Og eins og ég nefndi áður þegar við rétt nefndum þessa mynd, þá, þú veist, ef þú vilt sjá ondtaka yfir gæsahúð í 90 mínútur á mér,
kveikir þessa mynd og það er náttúrulega ceremonial að horfa á þessa mynd og mér finnst hún bara, þetta er eitt fallegasta skor sem ég á æminni heyrt. Sammála. Þetta er örugglega upp á skorum mitt. Já, ég er eiginlega ekki frá því, þú veist, þegar Death is the Road to Awe kemur að undir climaxin, þetta er bara, þú veist, þetta er ástangur í elsk kvikmyndaformið. Bara svona að dansa saman hugmyndir og tilfinningar og bara svona shit sem ég gæti ekki ímynda með, skilur. Það er svona, og ég vil ekki spoila, en það eru rammar í þessum loka sinnum sem bara, what the fuck, skilur. En það eru tilfinningar á bakvið þetta og þetta er Aronofsky algjörlega hella út þessu hjarta. Og jú, myndin er það sem kallast svona meditation á dauðanum. Þetta er stúdering dauðan, stúdering það að vera mannleg og tímann sem við nýtum. Gerist náttúrulega í gegnum, aldana rásir til þess að svolítið svona leggja mismunandi áherslu á hvaða hindranir við feysum og alls konar. En aðalþráðurinn snýst mitt Hugh Jackman sem skurðlæknir sem er að reyna að finna þessa lækningu. Þú veist, kona sér að deyja, eða bara við dauðastigir, en hann eyðir öllum tíma til þess að reyna að krakka þessa lækningu og hver er hann að missa af? 2017 Life myndinni, hann er að missa lífinu og sem sagt hún er tragísk, hún er ógeðslega falleg þess að segja að það er ekki rammi sem fer til spillis í henni og hún er, þarna finnst mér þessi mynd gerði mig endanlega að Aronofsky aðdáanda og hann sagði einhvern tímann að hún finnst þetta að vera uppáhaldsmyndin sín og ég kaupi það. Já, hann hefur sagt það? Já. Hann sagði reynda þegar The Wrestler var nýkomin út en ég myndi alveg kaupa það þá í dag og, veist, hún er svo mikið expression þessi mynd, bara öllu leiti og hún er sci-fi, hún er drama, hún er óvenjuleg rómantík, hún er rosalega Kubrick-esk en samt talar hún tungumál sem ég finnst eiginlega bara algjörlega untappað og eiginlega einhvern veginn unparallelað og það næsta sem að Aronofsky hefur komist að þessum töktum í gegnum eins og síkvensa í Nóa eða eitthvað skilur, þess að mér fyrir, þarna finn ég fyrir Fountain Guy-anum og ég veit að þetta hljóma rosalega frálsöndi fyrir marga, þú veist, guð minn góður hvað fólk ríkvælaði við sem myndi að koma út, skilur, fólk bara gaggrínendur, og mér gagnrýnendur sem ég virði voru bara, þetta er þetta versta sem ég sé, þetta er indulgent, þetta er tilgerðarlegt, what the hell, og nú kemur sagan, út af þessi mynd gengur út á það að basically svona kjarnaþemin í myndinni eru þau að horfast í augu við dauðan og sjá fegurðina í honum. Það er svolítið svona örkin sem Hugh Jackman tekur. Þegar þessi mynd kemur út, hún kemur ekki í bíó. Ég var mikil Aronofsky svona klappstýra á þessu tímabúti. Hann var búinn að gera Requiem, hann var búinn að gera Pi, ég var til í þessar myndir. Þetta er þriðja myndin hans. Leist vel á allt sem ég sá úr henni. Svo sé ég hana ég held ég að bara keypta á DFT eða eitthvað, pantaðan utan eða eitthvað. Og ég meikaði ekki þessa mynd. Mér fannst hún astnaleg, mér fannst hún vera ómikið að reyna að vera Kubrick, mér fannst hún viðburðalítil, mér fannst hún eitthvað svona hrá, svona hálfkláruð, ekki alveg svona graspa hugmyndina sínar. En það sem spilaði þarna inn er að, og ég sá hún sumarið 2007, var alveg setni í partíð og ég var svona ok, ég fekk rusldóma, fuck it, ég held að hann væri með þetta. Greinilega ekki, sá ég hana loksins og ég var nýbúinn að missa föður minn þegar ég sá hana. Nei. Og ég gekk svolítið í gegnum það sama og persónan gekk í gegnum. Ómeðvitað. Það var alveg svona óafvitandi ég að gera upp bara svona nei, klamnitun eða eitthvað svoleiðis? Já, ég bara hafnaði hvað þessi mynd var að gera. Ég var eins og Hugh Jackman karakterinn. Ég neitaði að taka dauðan í sátt og hvað það sjá fegurina í honum. Svo gerðist það ekki fyrir 2012 þar sem mér var eiginlega skipað af góðum kvikmyndaáhugamanum félaga mínum sem var bara eitthvað, hvenær horfði hann síðast? Hún var ekki fyrir mig, hann bara eitthvað, ég held þú eftir að tjekka á hann aftur. Ég bara hlýtti þeirri tilskipun og ég hafði sjaldan upplifað hann eins. Ég var bara svona, wow, hvað er þetta? Djúvill, er þetta falleg fucking bíómynd? Allt svona, allar þessar pælingar með tilgerð, eða svona, og persónulega tengingarnar með þetta. Svona skiptir alveg máli, skilur, og eins og ég ríkvælaði feitt við þessari mynd, og það ég var bara svona, fuck me maður, þetta með dauðan þetta er hard stuff, og ég vissi ekki hversu mikið þessi mynd náði mér fyrir en ég sá hana mörgum árum seinna. Og þetta er list, þetta er artistic expression, þetta er unique rödd, þetta er unique score eins og kemur fram, og mér finnst að fleiri ætti sjá þessa mynd, gefinni séns. Hún er örugglega ekki fyrir, 8 af 10 manns,
en ef þú ert einn af þessum hinum tveimur, þú munt örugglega tárast og fá gæsahúð og fá tár ón í gæsahúðin. Þetta bara, mér finnst þessi mynd einstök og meira. Einu af mínum uppáhaldsmyndum ever. Ég bara svo ánægður að því að við deilum þessar ást á þessari mynd. Ég tók eftir því. Þegar þið Bjarni voru með 2006 þáttinn, eins og ég nefndi áður, ég var kjaftstopp þegar ég heyrði númer 1 fyrir 2006 og ég bara kom. Ég er ekki með svona svakalega persónulega sögu eins og þú og takk fyrir að deila maður, þetta er rosalega áhugavert að þessi mynd fjallar alltaf bara um dauðan, líka bara um það að dauðin er bara partur af lífinu, skilur við getum ekkert flúað og bara eins og sólina himninum, bara að þú þarft að explora þetta, hvað er í gangi, hvað er í kringum okkur. Algjörlega, og hún er auðvitað, eins og búin að segja, hún er öðruvísi, þetta er ekki fyrir alla, og ég skil alveg að ég þekki mjög margar sem á síðana og er bara hvað hundleðilega, hvað kjaftaði, eitthvað artimynd, eitthvað svona dót. Hún hitti svakalega mark hjá mér. Þetta á Blind Buy hjá mér á sínum tíma. Keypti hann á DVD og svo keypti hann setna á Blu-ray líka. Og alltaf tónlistin, Hugh Jackman, Rachel Weisz, þessar 3 sögur, tala rosa sterkt til mín og ég bara tengdi svo mikið við karakterina. Ef ég tengi við karaktera, þá getur alveg farið með mig á alls konar staði. Og eins og þarna, gegnum mögulega 3 sögur, 3 eitthvað tímabil og eitthvað. Og bara hvernig myndin endar og bara skotin í, mér finnst þetta algjört meistarverk. Og ég held að fólk sé ekki ennþá búin að fatta hana, ekki einu sinni í dag. Nei. Ég held að þetta að gerast bara til 30 ára eða eitthvað, skilurðu. Það mun koma að því. Ég er alveg vissu það. Ég held það, sko. Ég vona það, líka vegna þess að taktu líka eftir, hún er bara 90 mínútur. Hún er goddamn bara svona brisk mynd, skilurðu, en þetta er mikið. Þetta er tilfinningarús í banni, sko. Já. Og einmitt þetta með að tala um að tengjast við karakterina, við fáum ekkert mikið tíma með þessum karakterum, þannig séð, skilurðu, hverjum og einum. En dísu, sko, hvert moment er mjólkað. Já. Það er málið. Þú veist bara, Hugh Jackman og Rachel Weisz í baðinu, þarna í sin fyrstu sinni, hún er svona tóin yfir, hún er öll svona full af, skilur, hún sér svo mikið litlu núansana í lífinu. Já. Hún er embracea, skilur, bara, þú veist, snjókornin úti og skilur, að anda fersk loft, að upplifa nótt án sem þeirra að vera í hóstakasti og meðan hann er bara hér, hann er að hugsa um vinnuna, hann er að hugsa um hvað er næsta skrif, hvernig get ég komið í veg fyrir þetta? Bara, nei, þetta á ekki að vera svona í lífinu. Hann er basically að afneita sinni sorg og það að dauðinn er nauðsynlegur partur af bara lífinu. Og sorgin er bara manifestation og eðlilegur svona hluti af því. Já. Og mér finnst mjög fágætt að mynd geti svona capturað svona hugmynd og meira sér bursi frá persónulegu tengingunum og sögunum sem ég díla við. Það finnst mér meira eða svona innsiklað bara hvað ég var ekki tilbúin fyrir þessa mynd á þeim tíma. Óavitandi aftur og en undir öðrum kringumstæðum hef ég kannski og sérstaklega með þetta er ultimate myndin sem eiginlega sýndi fyrir mig hvað ég gæti tekið stórt stökk frá því að finnast eitthvað bara svona þetta er alveg flott mynd en kannski ekki fyrir mig yfir í bara svona oh my god þetta er masterpiece og ég fá þetta fyrir ekki að hafa séð það Þú bara dýrkar hann í dag Já og skilum og aftur já þess að séna með Hugh Jackman og Rachel Weisz skilum þau bara í baðinu þarna bara að eiga einhverja kemistríu ég kaupi það þarna hvað þau eru ástfangin ég kaupi það þarna hvað er mikið í húfi já. Ég kaupi það hvað hann vill ekki að gerist og að ná svona miklu með svona litlu þetta er ekki bara kraftaverk á vegum hvernig leikarnir eru að presentera þetta hvað Aronofsky er svo sjálfsörugur með all skotin í þessari mynd og hún er bara skotin á einhvern mjög afmarkaðan ramma, skilur, það er basically bara svona einhver ákveðin píramíd af því hvernig skot eru möppuð, bara, við skot, svona, það er alltaf svona symbol, það eru tákmyndir í hverju sögunni sem fylgjenni, aftur, já, það er þetta, ég geti skrifað margar blaðsjur af því hvernig ég geti potentially túlka myndir og hvernig mér myndi finnast að ganga upp, en meira sér þetta eina sem myndir sem bara, þú getur bara leift hann að skólast yfir þig og ekki skilja raskat í henni og hún getur samt verið upplifun og hún getur virkilega gert daginn. En skilur fólk sem segir bara hvað, djúðalega mynd. Ójá, vegna þess að eins og ég áður gefið skinn fyrir mig til að seglast svona sterkt að einhver öðru, þá er ekki sens á öðru en að það mun vera rosalega mikið ekki tebóll einhvers annars. Já, algjörlega. Þannig að það er galdur kvikmyndana, skilur, svona
við eigum ekki öll að fíla það sama, við eigum að læra því hvað við erum og getum verið ósamálum og líka ekki hræðist þess að vera með persónulega sögur í því hvað tengir okkur við kvikmyndir X og Y. Þess bara þú með pappaðinn og hasarmyndir, skilu, þetta gerir þig að þér. Þú veist, ég átti líka föður sem kom mér inn í svona kvikmyndaupeldi og þú veist, það mótaði mig á marga vegu og hann var bráðkvaddur, skilu, og þetta var á 20 afmælisdaginn minn sem ég mista hann. Hann dói mitt úr krabbameini, svipað á Rachel Weisz í myndinni. Shit, það ekki skrítið og það með hana þeim tíma. Og mér er vini mínir á þeim tíma og einn var að rifja þetta upp við mig bara frekar nýverið, sko, þegar ég talaði með ég var farið þennan átt og hann bara alltaf að tala um Fountain og þú veist, það er sci-fi, ég bara eitthvað, ójá. Og nokkru vini mín á þeim tíma voru bara ekki horfa á þessa mynd á þeim tíma. Já, þeim tíma? Já. Men ég trúi því alveg maður. Og ég fattaði ekki hvað það þýddi fyrir hann, þú veist, öllum þessum árum seinna. En aftur, það er fjarskilið heildar ástina á myndinu. Ég hef alveg rúlað henni gegn síðan þá og aftur síðan þá, sýndu öðrum manna, stundum virkar það, stundum ekki. En hún talar til mín og við erum að embracea það sem talar til okkar. 100%. Svo magna, það eru svona myndir sem að standa manni svo nærri hjarta, einhvern veginn. Og jú, ég meina, ég elska Terminator 2 og eitthvað svona dót. En eins og myndir svo The Fountain, ég ætla þess ekki búin að sína kæristu mín þessa mynd. Ég veit ekki hvort ég þori því. Ég tók það skref, það gekk ekki vel. Nei, af því að ég, sko, ef að mér er alveg sama þó fólk drulli við myndir sem ég fíla, en The Fountain á rosalega sérstakar stað í mínu hjarta. Og ef ég sýni kæristuna hana, og hún er bara eitthvað komin í síman eða hatar hana eða finnst hún hundleðileg, ég pínur hrættur að myndi bara særa mig. Eðlilega, ég meina þú gefur alltaf hlut af sjálfur í kvikmyndir, sérstaklega hvort emotionally vesta, auðvitað maður svona, ef einhver bara eitthvað svona, þú veist, ég myndi að vera komin inn í klæmaksin, þú ert að horfa á myndina og þar koma Death is the Road to og heyra skilur kannski einhvern segja bara, þetta búið? Þetta alveg skilur, þetta er tension breaker. Það svo stinga mig, sko. Og ég var rosalega pepp, sko, ég á góðan vin sem að deilir í þessari skoðun með mér og það er sami vinur sem sagði bara fuck you, horfða á þessum þetta. Það sem dýrkar hana? Já, og hann bara, við erum mjög sympatíkó þegar kemur að kvikmyndasmekk, þannig að hann bara, það er ekki sens að þú sitt ekki að vera að responda vel við þessum þetta. Og líka hann vissi að ég var Aronofsky aðdáandi. Þú veist, ég hefði fílað allt í kringum það síðan það var bara ekki fræðilegur, bara what the hell, hvernig fílar þau Wrestler, Black Swan, Requiem, Pi, en þú neitar að sjá hvað þessi myndir að gera. Fannst það bara tilgæðileg, skilju. Þetta var fáviskan í mér líka að dismissa eitthvað sem tilgæðilegt og það er svo easy dæmi. Það er svona, hvað er þetta, skilju? En svo einmitt, já, við vorum alveg með ceremonial bíókvöld, ég og þessi félagi minn og við buðum konu minni og við fórum svona, hún er aldrei sér Fountain. Þess að þið voru 3 að horfa hana? Við vorum 3 að horfa hana. Og viðbröðunar voru góð og við sjáum hvernig gengum með 2, en það kom einn svona moment sem við pásum hann á einu tímpunkti, svo var hann bara hvað virðist það lítið eftir að myndinni og ég var bara svona, lítið eftir, eftir að sjá hvað er mikla hrúur. En það var bara eitthvað ekki alveg að komast í gegn og mér fannst það líka bara, það er gaman, en á sama tíma við eigum ekki að hræðast að taka stökki og jú, kannski verðum við sár, en það gerir líka þeim dýrmætara, eins og með aðilum eins og já, mögum eða góðum vinum eða fjölskyldu aðilum, það gerir þeim dýrmætara þegar við finnum eitthvað sem við eigum þetta með, kannski, ég meina, segjum sem þið sína koninu Fountain, hún er komin í síman, Fountain er kannski ekki ykkar jam, en god damn, það er nóg úti sem að þið er að fara að eiga sem þetta nær til ykkar. Algjörlega, og það er alltaf fullt af myndum sem að við fýlum bæði og allt það. Og það er engin önnur mynd sem ég þori ekki síninni nema The Fountain. Ég skil það. Og ég er alveg bara svona, henni var Mother mjög góð. Þannig það er svona kannski von. Hún hálnuð. Svona halfway there. Og Mother er alveg punkmynd, sko. Mother er svolítið svona, hún er svona punkið, meðan Fountain er svona, hún er rosalega, svona spiritual og jákvæð, en einmitt svolítið að sigrast á, já, ekki, við bókstað bara svona að sigrast á hvernig svartsýni í rauninni, skiljur. Þetta er alltaf mynd mjög ljóta hluti, en fokk hann er falleg. Hún er rosa falleg maður. Og til að bæta það sem hún sagði með að þú haldir að myndin eigi eftir að svona standast tímans tönn með tímanum, þetta er bilað lúk og það er meðvitað, eins og Aronofsky sagði, ég vil gera mynd sem gerist í geiminum að hluta til. Ég vil gera sci-fi mynd, en ég vil ekki eitthvað tech-rugl. Og game-seriunar eru allar gerðar með svona macro-photography og svo upp á sást eins og í opnunarkreditinum á Superman
78 myndinni, skilur, bara svona, og Space Odyssey, skilur, það sem bara svona, með bara eitthvað svona blobs og alls konar dæmi sem að býr bara til einhvern effekt sem að tölvubrellur eða eitthvað svona annað eða módel ekki að fara að gera. Þannig að Fountain bara, þú veist, fyrir þann eitt lítið skot í lokin, það sem ég hugsa, þarna var tölvubrella. Þá finnst mér hún algjörlega flawless, skilur. 2006 mynd og, já, hvað look varðar og presenteringu. Og líka bara þetta assurance. Ég finn fyrir að þarna listamaður og kvikmyndagerðarmaður sem bara... Sem hefur eitthvað að segja. Og bara, þú veist, hann að hella út fucking sálið sinni, sko. Þannig að, Já, áherslu, þú segir að hann hafi sagt alltaf á þeim tíma að þetta sé svona hans uppáhaldsmynd. Geti líka vel verið að sé svona hans persónulegasta mynd. Ég ætla að giska á það. Sko, mér minnir þetta hafi verið í Howard Stern af öllu, sko. Hann var að kynna wrestler og annarkvort þeirra hóstana í þættinum, sagði bara eitthvað svona, hún betri en seinasta myndin? Fountain, hún ömuleg, eitthvað svona segir henni þeirra, þá kemur hann ógeðslega bara stóist, bara svona rólur, ég mjög streyndar Fountain vera langt besta myndi mín. Og hann var að kynna nýja mynd, skilur, og hann bara var ekkert að hika við, og ég meina, Warner meira sér neituð honum að vera með kommentari yfir myndinni, þannig að hann gerði það bara sjálfur, bara heima við tölvuna sína og gaf það út frítt. Það var bara eitthvað svona, hey, fyrir eitthvað sem fílana, mér langar að gefa ykkur, ég ætla ekki að gefa ykkur svörin, en mér langar aðeins að gefa ykkur smá svona tidbit hana. Hún er fucking andum þessa mynd og ég elska það. Mér finnst líka svo gaman að því ég man áður kom út. Það voru svo mikla sögur í sambandi við þú talar að skalaði budgeti niður, átti ekki Brad Pitt Brad Pitt og Kate Blanchett áttur að miklu meira svona skóp og fókus á perióduna. Svo náðum bara tálgana niður yfir í bara svona, nei, þetta skiptir máli. Bara svona, hún er meira experience heldur en, þú veist, svona saga eða eitthvað svona stórt, svona, meira svona tone poem í bland við sögu sorg og fegurð og lífið fyrir ekki heldur að vera, skilur, svona hann að vera bara svona, þetta stóra stúdíómyndi mín, eins og uppalátt að vera. Það er svo langt frá því maður. Já, og þetta sýnir líka það að oft geta listamenn orðið betri þegar þeir hafa ákveðina svona restrictiona. Skilur, það er nánast að segja þessi auðveldarlegin, skilur, segja bara eitthvað, hey, ef þú átt pening og getur kastað peningum í hvað sem er, hey, hann er lausnin, en er þetta fara að vera gott? Já. En svo, hvað eru afmarkarinnar? Og hann kemur alltaf, ok, ég hef ekki 80 milljónir til að segja þessu sögu, Fountain, heldur ég 40 milljónir. Nei, ég fara að geta gert þessu mynd. En hvað þú getur gert miklu sterkara, einfaldara, bitastæðara verk, bara með því að hugsa út frá þessum lausnum og líka bara með að strípa út og skoða hvað skiptir máli. Já, það er málið. Komast að kjarnanum. Og þetta er alveg thematístu myndina líka. Þetta er æðislega mynd maður. Við hefum bara að enda þessu. Ég kom með eitthvað. Já, við hefum mynd eftir. Ég var eina mynd eftir. Ok. Ég ætla bara að segja strax hvað mynd það er. Og mér hefði svona aðeinslega, en ástæðan í valdana, mér langar aðeins sem þetta ræða Neil Blomkamp. Ég valdi District 9. Mér hefði svona geggjuð. Hún er frábær. Æðislega mynd, og hún vakti hana athygli, margir búin að sjá hana. Ég hugsa að flestir sem að hlusta þennan þáttu eru búin að sjá District 9. Það við þurfum kannski að fara neitt svona mikið út í hana. Mér langaði bara aðalega að ræða leikstjóra. Já. Og ég man nefnilega þegar ég sá trailerin fyrir Elysium. Það hugsaði með mér, ég sagði með þessu vinnu mína, ég hugsaði með, herri, við erum bara, við lirum sem að fá nýjan James Cameron. Bara, já. Shit, bara, ok, erum við að fara að fá alvöru eitthvað sci-fi gæja, gera gott sci-fi fyrir fullorðið fólk. Svo kom Elysium, ég var ekki hrifinn. Svo gerði hann Chappie, er það ekki rauðurinn, var ekki Chappie síðan næst? Ég var ekki svakalega hrifinn. Hvað kom fyrir? Hver er þín kenning? Ég hef reynd að leysa þessa þraut, Meiri sér hvernig var þetta? Hann skrifaði District 9 með eiginkonu sinni á þeim tíma, Terry Tatchell. Var það ekki málið? Jú. Svo kemur Elysium sem hann skrifaði einsamall, og ég var svona, þannig er málið, þetta er þingið. Svo kemur Chappie, skrifaði 5-2. Hann er bara ekki með þetta. Var þetta bara flúk? Var þetta bara heppni? Sko, hann var alltaf ekki glemur því líka, hann var alltaf með Peter Jackson svolítið að kvorta sig þetta fyrsta skiptið. Hann átti alltaf að gera einhverja hvort það hafi verið var ekki BioShock, það var eitthvað Nei, hann ætlaði að gera Halo. Halo, takk fyrir, já. Og svo einhvern veginn gekk það ekki eftir og þeir hugsaðu bara, hey, ertu með eitthvað annað? Og það var einmitt bara svona dæmi, svo myndi bara gera það á hnefunum, skilur. Þetta mockumentary look var líka bara budgeting, skilur, og myndi bara svona redda þessu. Og hún er ógeðslega skemmtileg, hún er með svo fyndin, ég elska þegar hann tekur það gravity base á svínið. Ég man hvað það var gaman í bíósalum þegar það kom og þú fannst bara fyrir Þetta er alveg svona crowd pleaser. Ég man 100%. hvernig salurinn var, það var allir að fíla sem mynd. Og líka, þú veist, bara þetta dæmi að vera með hann
úber skítæl, Vickus, hann er leikinn af Sjalta Copley og þú bara svona, skilur, í introduction sinna hann bara eitthvað, við skulum bara eyða hérna fóstrunum, hérna geimurreikjunum, þetta er bara gaman, bara grill og svona, oi, þessi skítsið, þessi gauður og hvað myndir svo reyna að gera? Þú átt að simpla þessa með hann og það virkar og hún er bara stemning, hún er raw, hún er töff og eitt sem gerði mig alltaf alveg fratklikkaðan þetta sumar 2009 þessi mynd kostaði eitthvað 30 milljónir dollara, skilur við, í dollarum. En ógeðslega flott eins og CGI-dóti. CGI-dóti eldst fullkomlega. Sama sem kemur G.I. Joe, The Rise of Cobra, kostar 200 milljónir og hún leitur þetta svo krapp. Hvernig gerist svona? Ándjóks, þetta weta-teimi, goddamn, gefið þeim stærra hús, öllum. Og líka Blomkamp, grunnurinn hans, er ekki bakgrunn hans, hann er eitthvað svona visual effects guy. Jú, já, og hann er líka alveg hardcore gamer, skilst mér líka, skilur við. Hann kannski er góð líka bara að vinna með mér er svo Chappie lúkaði líka alveg. Hún lúkaði. Skilur við, upp á tæknibrellur og svona. Þannig að hann virðist þar með gott svona auga eða fyrir hvernig hann best að lýsa atrið en eitthvað. Já. Að láta þetta lúka. Algjörlega, ég meina Elysium lúkaði. Algjörlega. Þú tekur líka tæknibrellurnar og blandur svo saman, það lítur alltaf vel út. En mér finnst þetta bara svo sorglegt. Svo hann að gera eitthvað nýja mynd núna, hvað Demonic, eitthvað hryllismynd. Já. Hún var ömuleg. Þú veist, það maður alveg bara svona, ok, ertu bara hardcore one trick pony? Já, það var líka svo ekstra sárt, sko, með það að Elysium tók svo mikið elementi frá District 9, skilur, allt frá protagonista sem, skilur, byrjar á einhverjum stað og þarf að harka sig í gegnum eitthvað á meðan, þú veist, annar antagonist er að eldan á meðan, skilur, það er eitthvað larger goal með, þú veist, hvað var að konan og krakkin eða eitthvað, skilur. Ég man ekki vel eftir Elysium, ég sá hana bara síst í bíó, en ég man samt bara svona, vá, þú veist, ef þú treysar ákveðina beinagrind milli myndana, þær keim líkar, og eiginlega Chappie líka. Og svona þetta Joe Burke setting, og með svona sveita atmáið og suppulegi fílingunni, svona fyrst, þetta sem gerði svo, District 9 svo taktíska og töff, það fór að vera bara svona go-to lookið hans. Hey! Alla myndar fór að líta svo lút, bara svona, genju. Þannig að ég var mjög fegin þegar í ljós kom, hann var ekki að fara að gera þessa fan, Alien-mynd. Já, fanfic Alien-mynd, þar sem að Hicks er á lífi og nútir og reynandi en þá. Ég held að það er bara, já. Og meira sem Neil Blomkamp tókst að gera eitthvað sem eiginlega bara svolítið glæpur í kvikmyndasögunni og fínt í samíkið þessar aðræða Hugh Jackman og hvað hann er multitalentaður. Hún lét Hugh Jackman lítið svo astna. Á með möllett þarna sem antagonistinn og var algjörlega. Já, mér sem hún gleyma verið í henni. Og hann er þarna bara svona í hvaða mynd ert þú? Og þetta er svona eina af þessum myndir sem líka, já, hún er svo silly, en hún keyrir sér svo alvarlega. Eins og það, mannst ekki, Dev Patel er einmitt þarna bara eitthvað, ok, progress barinn segir að við erum hérna 98% hérna nálægt hérna full AI. Ok, fá mér einn Red Bull. Ok, 100% AI, ég náðu þessu. Og svo, En, hún kynnt alltaf mörgum fyrir Diantwoord, það er eitthvað. Já, þau mega það, þau voru líka alveg nokkuð skemmtileg í henni. Já. En það vantar, ég sá bara Elysium einu sinni, ég sá bara Chappie einu sinni. Mér langar bara ekkert að sjá þetta. Og manstu líka þegar það var tímabil þar sem að okkur langaði í framhald af District 9. Núna erum við bara eitthvað ekki snerta District 9. En kemur það ekki bara? Ekki bara sem í Kevin Smith, ég ætla að gera Clerks 3. Oh my god, jú. Þú fær District 10 eftir 2 ár, Tommy. Það er alveg, já. Hann er orðin svolítið segjumalan sci-fi heimsins, sko. Svo sá ég hann kom til Joe Rogan. Ég er ekki með að klára þetta þáttinn. Þetta virkar rosa klár gæi. Já. Flottu gaur. Hvað er þetta bara? Ég veit ekki hvað klikkaði maður. Já, ofmat og einn getu, ég veit það ekki. Við erum ekki að fara að leysa þessar ráðgótt í þetta. Nei, þetta er hans djöflar. Það er hans djöflar. Herru, þetta er búin að vera geða skemmtilegt. Ógeðslega gaman. Bara eitt í lokin. En hún er Dune að koma út. Þú ert ekki búin að sjá hana? Ég má ekki segja. Tommy, ok. Ég kannski þarf að klippa þú þættinum. Þú sagði ekki neitt. Fyrir eftir hvernig ég gefið þið, þetta er að gefa þá mynd, þegar ég gefið þennan þá, það er frumsýningardaginn. Ok. Hann kemur út 17. Þá er ég búin að sjá hana. Þá má ég segjast þér að búin að sjá hana. Að því að við erum frá að sjá hana. Þetta er svo Snorri sagði hérna í 100 þættum. Þetta er svo Time Crimes podcastana. Nákvæmlega. En við erum frá að sjá hana allavega.
16. september. Það sérstök sýning, þannig þegar ég gef þennan þátt út, þá var hún í gær. Flott sýning. Ef að tala þá sýningu núna, æðistu sýning. Já, ég gef þennan út 17. Það bara frumsýningadaginn þegar Dune kemur út. Á maður ekki að búast við veislu? Jú. Ha? Jú. Þú hefur náttúrulega sótt einhverjar forsýningar af kvikmyndu.is, það ekki? Skilur, hvort sem það Looper, Lawless, Tvennan eða Raid eða eitthvað. Scott Pilgrim eða hvað sem það var. Já, Raid, við vorum með hana eða, þú veist, bara anything. En ég hef alltaf svolítið lagt upp úr því, það hafa komið undantekningar, en ég reyni svolítið að leggja upp úr því að forsýna eða sína bara almennt. Þú veist, ég fíla gott pepp í gott bíó. Og þó, þú veist, maður sýnist myndir sem ekkert allra, ég vil sína gott efni. Ég vil sína gott stöf. Eitthvað sem þess virði að stíga út og eyða tímanum í. Ég er með svolítið mikla væntingar. Ég veit maður ágjörn með væntingar. Ég meina, þessi leikstjóri hefur eiginlega óhjákvæmilega byggt upp ákveðið traust. Þannig að ég finnst það alveg gildir eitthvað. Verður maður ekki að gefa honum, að sína honum það virðingu að treysta honum allavega aðeins. Hann er búin, eins og segja, hann er búin að vinna svolítið í traust. Já. Og eftir ég horfði Blade Runner aftur, þá var ég bara ennþá spenntari. Ég var bara, það er svolítið síðan ég var svona spennt fyrir bíómynd. Það er gaman líka að horfa á mynd eftir listamann sem að þú veist þú ert í svona pínu örugum höndum, skilur við. Eins og ég segi, ekki bara það fyrir þig að horfa aftur á Blade Runner 2, heldur líka eiginlega svona uppgötva, hér er bara bíómynd sem ég var ekki alveg að fá í fyrsta skiptið. Þú færlega svona sens fyrir því, bara svona, Villeneuve veit hvað hann að gera, skilur við. Það er óslega gaman, skilur við. Svo svipa bara við tölum á honum með Aronofsky og Fountain. Ég elska að vita að ég er í góðum höndum hjá sögumanni, sem, þú veist, að fara með mig í einhvers konar ræd og ferðaleg. Já. Það er svolítið málið. Og ég er ekki búin að sjá hana, ef við erum takkum þennan það, ég er ekki búin að sjá myndina, ég sé hana bara núna fyrst 16. september. En ég ætla bara að segja strax, alveg saman hvernig mér aftur að finnast hún, maður þarf að sjá þessa mynd í bíó. Já. Þetta er bíómynd, það er bara svo trailerinn. Ég tek út það. Þetta er bíómynd. Og, segir maður ekki Denis Villeneuve? Denis Villeneuve. Já, hann var brjálaður þegar Warner Bros. Ákvaða, við ætlum að geta líka út á HBO Max. Æðlilega. Hann sagði bara, þetta er eins og margir leikstjórar, urðu brjálaðir eftir að Warner Bros. Ákvaða að gera þetta. Hann sagði bara, þetta var gert, þessi mynd, gert fyrir bíó. Og ég get ekki beðið eftir að sjá hana í sal 1 í Eiríksvöll 16. september, sem var í gær. Sem var í gær. Ég vona þessu góð. Herru, Tómi, takk hjá að vera að koma. Indislega, óslega gaman að koma. Það var sjúklega skemmtilegt. Takk fyrir mig, maður.